Hörru, geggjað að fá þig í heimsókn. Með Guðinir tali í gegnum okkur. Alltaf. Við erum verkfæri Guðs. Alltaf. Love it. Ertu með steinin? Ég er með steinin. Það sýnaði minn. Með steinin í vasanum. Minn er svona, sko. Þinn er svona, Já. Þú lést mig hafa eitthvað hann er í syngi við peysuna maður. Ég vissi að það myndi verið í gul í dag. Hvernig vissir það? Ég bara Fannst á þér? kíkti í framtíðina. Gulir skór, gul peysa. Mér langar svona... Ég held að við erum að fara á dýpið hérna í dag. Já. Sér þá sem er að hlusta og horfa. Að þá, það er eitthvað sem segir mér að við munum fara svolítið ótrúðana slóðir í þessu podcasti. Tala hluti sem hefur ekki verið talað maður. Það er svona sem ég langaði mikið að fá. Ég heyrði í þér hjá Helga Ómars og mér finnst virkilega áhugavert. Það var eiginlega út frá því og við hittumst þarna rétt á undan sem ég ákvað að væri gaman að fá þig. Já, gott sík þar. Já. Þú, hvað segir, undirbjóstu áður og komst í viðtalið með því að fara í nautórsíkina? Já, bara með eiga góðan dag, slakan dag, sko. Var hans að treyta á krypto og búið til peninga og svo fór ég í sjóinn og var þar í örugglega góðan 1,5 bara, sjóinn pottin, smá gufa og svo heim. Treyta krypto? Já. Ertu í því? Já, maður. Kekkja, ég er nefnilega búin að vera veltaði fyrir mig hvort ég ekki að fara inn í það. Þetta er framtíðin. Er það ekki? Í peningunum, jú, klálega. Og þetta er líka bara tíðni, þú dettur bara inn á þetta kóðar og tíðni, þetta er spiritual money, þannig að ég skal kenna þetta, við erum búin hér. Já, við þurfum að tala líka aðeins krypto í þættinum. Já, ég veit samt rosa lítið by the way. Nei. Já, bara mjög lítið. Það er eitthvað svona, þetta er að koma mikið til mín þess að það. Já. Er það að kaupa stærstu bitcoin og svoleiðis eftir öðru? Þú veist, það er bara svona, eins og Bitcoin og Ethereum sem eru stæðstu tveir, þeir eru bara svona garanteraðar solid upp, skilja, svona eins og long term investment, fattar mig? En það sem ég var að gera í dag, ég var að finna einn token sem er svona eiginlega meme token og var að taka áhættu, high risk, high reward þar, bara út af tilfinningu, hann kom til mín, ég baði Guðum að senda mér gjöf, vinur minn sendaði mig message og sagði, þetta var bara mínútu seinna. Ég sagði, takk hérlega. Þannig að ég hendi á hann aðeins í dag. Ok. Það var svona aðeins meira, þú veist, meiri uppað og vonandi að gefis, það mun gefa hraðari pening tilbaka. Ertu vinnurðu mikið þessa dagana með lífið svona, að þú svona treystir flæðin og lætur koma til því skilabóð? Já, einungis, sko. Ok. Ég akta bara á guidance. Stundum með mér sagt að vera heima í sófanum í viku, þá ger ég það bara. Ef það kemur ekki eitthvað katt að ég fara út, gera eitthvað, þá er ég heima, sko. Þá þarf ég bara að hvíla. Þannig að já, einungis fer ég eftir einhvers konar leiðsögn, hvort sem að sé herra sjálfið eða þeir sem ég er að vinna með, sem eru þá verur í annarri vitund, guidar, team, spirits. Þegar þú segir við erum sófanum í viku, það er náttúrulega eitthvað sem við erum öll orðin, eða flest orðin tóldi léleg í að gera ekkert og það er svolítið þaðan sem að fara að koma til manns alls konar hlutir. Akkurat, það er það er mjög skrítið, það er einhvern veginn búið að upphefja það að vera busy, skilur, að vera alltaf upptekinn, já, það er svo nóg að gera, brjálega að gera, en það, að mínum að þetta er ekkert glory við að vera busy, það er glory í stillness, þú veist, að vera kyrr, að vera einn með sjálfum sér. Því að einmitt þá getur fyrst þú getur fengið upplýsingarna sem þú ert að leita og þá getur þú ná tengingu við herra sjálfið þitt. Þú getur ekki gert það ef það er alltaf háað í kringu, þú ert alltaf í kringum eitthvað fólk og þú ert alltaf með tónlistin í botni og svo er það skólinn og svo er það vinnan og svo er það börnin og allt það. Auðvitað gerir mig grein fyrir að við eigum okkur líf og allt það og mín stað er kannski ekki eins og allra þeirra sem er að hlusta. En við þurfum að gefa okkur, það er allavega mjög mikilvægt ég mæli með að gefa okkur tíma í að finna þessa kyrrð og innri ró með sjálfum okkur og æfa okkur í að vera einn og sjá hvað gerist. Hvað erum við ekki upplifa? Því að í raun og veru erum við bara alltaf búin að flýja sjálf okkur. Við erum búin að vera mjög upptekin í að vera upptekin, en við erum upptekin í að flýja sjálf okkur. Að þegar við verum síðan í kyrrðinni og með okkur og einn og verum ekki að láta trufla okkur, hvort sem að sé síminn eða sjónvarpið eða kynlíf eða matur, allt þetta sem við gerum, að þá þurfum við bara að díla við okkur. Og þá kemur alls konar stöf upp. Þá kemur skugginn og þá koma tilfinningarnar og þú fer inn í fortíðina og þú verðið þessa vinnu og það er bara það sem þarf að gerast til þess að fá opna á meiri upplýsingar og geta fengið gjafinnar sem er í boði, sem er að bíða þín, en þú þarft að vinna fyrst það sem við köllum skuggavinnu. Skuggavinnu mitt, af því að ég veit að fara að tala eftir hlutir sem að mér líður stundum eins og þeir tala við eins og svona ég hugsa, ok, þetta sem þú ert að segja, þetta er þinn sannleikur og hvaðan færði þessar upplýsingar? Og er það þá
líður eins og þú fáir mikið af þessum upplýsingum þegar þú leifir þig bara að vera í þögn og einmitt leifa þeim að koma til þín af því þú ert ekki að yfir stimúlera heilan þinn með þessum hlutum sem við erum flest alltaf svona einhvern veginn nota til að stimúlera okkur alla daga. Já, ég myndi segja það sko. En að því sögðu þá er ég ekki eitthvað sitandi í lótustellingun allan daginn og humma sko. Ég er ekki svo gaur, fattur. Ég kannski er alveg að chilla dálítið mikið. Ég gætla bara það, að ég veit að það er gott fyrir mig, taka göngutúr og bara, ég meina áður en ég fór í Nauthólsvík þá tók ég göngutúr niður á Elliðaánni, satt þar, bara vera, bara horfa á vatnið. Ég læri bara mikið að horfa á vatnið, fattur mig. Já, það kemur oft eitthvað til mín þar, en stundum er ég bara að vaska upp, stundum er ég bara, ef þú nærðu að vera alveg í núinu, að því í raun og veru, og þetta kemur út frá skammtafræðinni, quantum physics, að það er eiginlega búið að sýna fram á það að það er ekkert fortíð eða framtíð. Eina sem er raunverulegt er núna. Þannig að við erum alltaf að upplifa bara seríu af núna momentum. Þannig að áður þegar ég sagði núna þá er það moment búið, við erum komin inn í þetta moment. Og allt er að gerast núna. Þú heldur á alheiminum hérna á milli þumals og vísi og hann er núna. Er það nóg? Er það nóg? Ef þú segir nei, þá er þetta alltaf að leita ennþá út af því, það er ekki nóg gott, þá er þetta að hafna sjálfur. Þannig að ef við getum fundið actually feguruna í því, þetta er allt æfing, það snýst bara æfingu. Og út frá þessu ferðu síðan út af því, fattur við. En ég er svona bara fara fyrst á í grunninn og nærða að geta til dæmis bara setja eitt með sjálfur, það er ekkert að gerast, þú átt kannski ótrúlega lítinn pening og það er ekkert sérstakt í gangi í hinu ytra umhverfi. En ef þú ert friðsæll inni og nærða að sjá feguruna og skilur að allt er að gerast núna og getur breytt fortíð og skapa framtíð í þessu mómenti, þá ertu, þú veist, á mjög góðum stað. Mér finnst það frábært þegar þegar hana. Þú getur breytt fortíð og skapa framtíð í nútíðinni. Því ég hef upplifað það hjá mér að þegar að ég næ að vera í mjög góðu jafnvægi og vera á mjög góðum stað í núinu, þá byrja fortíðin mín að breytast. Akkurat. Töframaður. Alkemisti. Þetta er það sem alkemistin gerir, sko. Já. Þetta er raun og veru alkemi, já. Komið frá öllum töframönnunum og öllum sögunum sem við höfum frá hérna fortíðinni. Og já, þú veist, sá sem að breytti járni í gull var það ekki? Jú, gullgerðamennin er mitt. Já. Þannig ef við tek það dæmi og setja yfir í svona sögu til þess að einfalda kannski, segjum svo að þú í fortíðinni hafið þú verið sem 15 ára einstaklingur lent í einhverju atviki og þú er orðið reiður. En þú er ekki komið þess að reiði út þér og þú er bælt að inni, ok? Þessi reiði er hérna og eina leiðin, þá er þetta, já, reiðin inni og hún er hérna járnið í þessari sögudæmi, hún er járnið. Eina leiðin til að umbreyta og taka alkemistun á þetta og breyta þessu aftur yfir í ást og ljós, þá þarf þetta að ná upp sömu hiti eða sömu tíðni, alveg eins og þú setur járnið inn í eld, þá getur þú beygt það. En það þarf alltaf, ef þú tekur út úr eldinum, þá getur ekki unni með það. Þú ætti alltaf að fara með járnið inn í sama hitastig aftur, skilur hitin, til þess að geta breytt forminu. Þannig að reiðin er alltaf hér, þangað til allt í hennu gerist eitthvað og þú triggerar og þú bara og þú skilur ekki okkur. Veist hvað ég meina, þá er reiðin að koma upp í þessu mómenti, einhvað sem gerist kannski fyrir 10-15 árum. Og þú erum búin að geyma henni allar tíman. Þess vegna er svo mikilvægt að, þú veist, leyfa sér að finna til og leyfa sér að fara inn í dýrs eðli og fara í náttúruna og öskra eins og fara og dansa og hreyfa sér og hrista þetta af sér og bara, þú veist, bjóða velkomin með allar tilfinningar. Af því þetta er einmitt svolítið þunn lína þegar maður er í að sitja með sjálfum sér og það var kannski að koma upp óþægilegir hlutir. Svo þekkir maður kannski fólk sem einmitt fyrir að festast svolítið í því að því það fær ekki útrás fyrir það sem er að koma upp, sko. Hvað liggur línan þar einmitt bara með að segjum sem svo að ég siti bara eitthvað í þögn og allt í henni finn ég rosalega reiði. Þarf ég þá ekki að finna leið til að leipin út? Jú. En sko, tilfinningar eru á ensku emotions. Þannig að því er bara energy in motion. Þannig að það sem er gott að vita er að tilfinningar er ekki raunverulegar. Tilfinningar er ekki þú. Þær eru bara að fara í gegnum þig. Þannig að allt er orka. Bara allt saman. Þannig að þessi tilfinningun er bara komið í gegnum þig. Ef þú situr í þögn og leyfir að vera með henni og leyfir henni að koma, þú þarft ekki að öskra alltaf. Þú situr þá með henni en þú ert samt meðvitaður að núna, ok, mér líður illa. Ég er ekki að fá flashbacka þegar ég var kýldur í andliti eða þegar fyrrverandi kærasti minn hafnaði mér. Hvað það er sem gerðist. Þú ert að fara í gegnum þetta og þá ertu í raun og veru að taka transmutation sem er umbreyting á tilfinningum. Og ég sé þetta þannig að það kemur henni neðst í rótastöðinni og leyfir þess að fara út í gegnum þetta líka og leyfir að losa með ást, biður líka bara alheiminum að hjálpa þér, kalla henn
það skiptir ekki máli hvað það er, þú kallaði hann tímið, kallaði hann geimurinn, kallaði hann Guð, hvað sem þú kallaði Guð, kallaði hann ömmuðina sem farin yfir í hinn heiminn, þú veist, þú byttir bara, takið þetta frá mér, þetta ekki mitt. Þannig losar þau, þannig umbreytir þau óttanum og læri tíðnis tilfinningunum yfir í hærri tíðnis tilfinningu eins og ást og gleði og þakklæti. Fyrir þá sem eru að hlusta og þekki ekki söguna þína, hvar byrjar þú að, hvað það sem færi þig til þess að komast á þennan stað sem þú ert á núna, þar sem þú sér hlutin í þessu ljósi? Það vegna þess að þú ferði gegnum einhverja mjög erfiða reynslu eða þú veist, hvað það sem að vekur þig á þennan stað sem þú ert á núna? Einfaldasta svarið af mjög flóknu svari, einfaldast útgáfan af flóknu svari þú veist, að allt planað fyrirfram, herra sjálfur mitt, planað allt ferðalagi mitt fyrirfram. Þannig að allt sem gerist fram að því var bara reynsla sem ég þurfti að ná til að ná í polarization eða þess að kontrasta. Að lifa hér, að vera sál í mennsku formi í það sem við köllum 3D, 3D reality á planet Earth þar á meðal að læra í gegnum sársauka og læra í gegnum kontrasta og læra í gegnum tvíhlið. Þú fer á sekund endan á pólinum, skilur. Ég svolítið enskurslega þetta, ég verði afsaka, ég man ekki alltaf íslensku. Þannig að þú veist, ég átti klálega, ég meina þú veist, ég á mína sögu eins allir, ég valdi það að lendi einelti til dæmis í 3 ár þar sem ég var alveg það var bara allir tókuð þátt í og vissaði, það voru skólakrakkanir og voru kennarinn og fóreldrarnir fótboltalið, þá gerði enginn neitt. Þú varst krakki? Já, ég var rúlingur, frá svona 12 til 15 ára, byrjaði jafnvel aðeins fyrir, þannig að það svona kannski að fyrsta, ég fæðist líka í svolítið svona traumatísku umhverfi þar sem að ég tvíbróðbróðar minn komið 2 í heiminn í keisaraskurði og voru teknir fyrir tíman og voru litlir og hann var eiginlega andvana því ég tók allt vatnið, þannig ég býti prógram þegar ég 5 mínútna gamall og þetta hefur mér bara verið sýnt, ég bara farið inn í þetta atvik og verið hana úr núna mómenti sem var í fyrra, þá var mér sýnt bara að eftir að vera 9 mánuðin í maðunum með honum, svo komum við út og hann tekinn frá mér og þá ég bara, hann eina sem ég þekkti, hann heimurinn minn, allt sem ég elskaði tekið frá mér og ég bý til þetta prógram og þetta prógram var með mér þang til ég var 32 og fattaði að fór ég að vinna í að aftengja og afprógramma það. Þannig að það eitt, svo einelti, svo lendi ég kynferðisofbeldi, í raun og veru lendi því 2 bæði verið beittur ofbeldi, kynferðisofbeldi af kalli og konu, þannig að það 2 reynslur. Svo bara, já, auðvitað, ég meina, fjölskylda mín eins og hún og þó ég elska hana skilyrðislaust og alla þau sem ég í henni, þá ég ekkit endilega samhlynntur öllum persónu einkennum sem þau ákveða að taka að sér í þessum raunveruleika, skilur mig, ég sé þau fyrir það sem þau eru, sem eilíft ljós og endalaust orka sem þeir aldrei, en á sama tíma fullt þar hjá þeim sem að var ekki gott fyrir mig á þeim tíma þó að sé allt, skilur, já, veist, takk fyrir allar reynsluna, en samt, þú veist, ég veit ekki, maður á ekkert ómikið heldur að glorify alla vonda reynslu og segja, já, ég sé hversu, þú veist, við þurfum bara líka að segja að þetta var fucking erfitt. Þetta var ógeðslega erfitt, allt sem ég fór í gegnum. En hvað líka þú línan því tók eftir þú notaður orðin á það, mjög gaman og sagði, ég valdi að verða fyrir einelti. Þetta náttúrulega eitthvað sem svona, við búum í dálítið fórnarlamba kúltúr, sérstaklega í fjölmiðlunum okkar svona, það svona einhvern veginn, valdir þú það? Nei, þú ert ógurlegt fórnarlamb, þú varðst fyrir einelti. Ég baði allavega að gera þetta svo ég myndi geta lært, svo ég myndi geta skilið, svo ég myndi geta lært að búa til, ég þurfti alltaf að hugsa út fyrir boxið, fattarðu? Ég þurfti alltaf að finna út úr hlutunum sjálfur, hvernig á ég að komast að, hver og einn dagur var bara þetta, hvernig kemst ég að, hvaða leið á ég að labba núna til þess að reyna að fá sem minnst áreiti, fattarðu? Þannig var ég að æfa mig, ég var að æfa kannski innri stríðsmann í mér eða innri töframann, þessar svona arketýpur, alls konar dót sem var í gangi, svo þetta líka bara að sjá og skilja hvað þýr og geta þá verið með samkennd gagnvart öðrum sem að lendi í einelti í dag, geta að hjálpa þeim, þú veist, að því einelti alls staðar, ekki bara í skólum, líka á vinnustofum, skilur, og fullur fólk leggur líka einelti, þannig að, en til að svara spurningunni þá segi ég, við erum bæði herra sjálf, sem sálin okkar, og við erum ego, sem persónuleikin okkar. Ég ekki Davíð, ég ekki egoið mitt, ég ekki tilfinningarna minna, ég ekki þessi líkami, ég ekki einu sinni hugsanna mínar, ég ekki það þessu. En í þessum raunveruleika, það sem sálin mín droppar frá whatever it came from inn í þennan líkama, þá þetta partur á mínu lífskeiði. Þannig að ég verð að virða það, ef ég alltaf að í raun og veru ýta til hliðar mínu svona human aspekti, þá ég ekki að gefa því athygli, ég þarf að gefa honum athygli. Þó ég sé með þessa vitneskjum að ég sé sál, þá það sem ég segi, ég valdi herra sjálf mitt, en á sama tíma var þetta ógeðslega erfitt og ég ógeðslega stoltur af Davíð fyrir að fara í gegnum allt saman og að fullt af fólki sem voru motherfuckers við hann.
nú ég bara að lega honum, skilur hvað við en þetta svolítið svona þegar maður komin alveg í þetta perspektíf sem þú ert með, þá það þessi línaði mitt bara eitthvað frá hærra perspektífi sé ég að þetta allt reynsla en síðan þetta mannlega sem bara hvað þetta fucking erfitt og hvað þetta fucking ósangjant og allt þetta Algjörlega, og við verðum að virða það og við verðum að því annars það sem gerist þá, ef við virðum það ekki og við viðurkennum það ekki og segjum alltaf bara þetta var nú ekkert svo slæmt, þetta var nú ekkert svo erfitt og sópum þessu bara undir teppi, þá ertu bara að byggja upp skuggan innra með þér sem þarf að takast á við einn daginn því meira sem þú safnar í þetta herbyggi þennan skuggaherbyggi, einn daginn vaknari og þá bara, ég þarf að byrja að taka til þannig að það er miklu betra að byrja að hægt að rólega að taka eitt skrif einu og bara svona, þú veist, prófa þessi áfram í að skoða skuggan og þegar ég segi skuggan þá það í raun og veru hlutir innra með okkur sem við höfum hafnað sjálf þetta skugginn minn, ég hafnað honum en ég fatta þegar ég síðan orðin aðeins vitrari innan gesalapa bara að þið veit aðeins meira og opna meira upplýsingar þá skilja ég bæði skuggi og ljós ég þetta yin og yang og þetta bara samkvæmt lögmáli tvíliðanar sem eitt af lögmálum alheimsins og alheimur byggist upp bara á lögmálum það bara ekkert út fyrir þessi lögmál þannig ég bæði skuggi og ljós og sér nú hvernig ég klæðist en einhvern veginn ég svona að því þekkir svo margar sem að hafa farið svona ég jafnvel stundum ekkert alltaf vel við að nota þetta orð svona andlega vegferð það vel að vaðinu mann það er margir sem að því þegar þú ferði í þetta hærra perspektíf og sérð hlutin út frá ást að þá ferði ég að afneita því þú veist eins og hvað maður segja eitthvað sem heitir þjóðmál ég ætla ekki að hafa skoðun á því ég ætla ekki að setja orkunum mína þangað versus það að ok, þó ég sé andlegur og þó ég skilji hlutina frá hærra perspektíf þá þýðir það ekki að ég megi ekki alveg taka eitthvað fæti og hafa skoðanar á hlutum skilur við. Nákvæmlega því ég sé svo margar sem festast í því að þú veist, þetta er ekki ég get ekki farið í þessa orku, hún er slæm en þú tekur ekki hennan fæt hver er þá að gera? Og hvað þýðir það að þú viljir ekki tala upp fyrir sjálfriðar eða sjálfur það þýðir kannski að það sé bara stípla í orkustöðunin í hálsinum þú er kannski bara ekki búin að vinna nægilega mikla vinnu og kannski portreyjar á þess að búin að gera það mikla vinnu og ert í love and light alltaf það en svo sem er svo sem er uppljómar hann veit að það er ekki love and light einungis it's love, light and shadow skilur og skugginn alvöru að því það tala þú veist light workers, skilur við mig hvað er íslenskur að bara verur bara þú veist sálir sem koma inn til að vinna fyrir ljósið og ég ger mig grein fyrir að fylgta það sem er að segja er auðvitað mjög nýtt og skrítið fyrir marga en bara ég á ekkert annað orðið vera þeir sem koma inn til að vinna fyrir ljósið það þýðir ekki að standa bara í ljósinu við þurfum að fara inn í skuggan, við þurfum að varpa ljósi á það sem hefur verið undirliggjandi ekki bara í einstaklingunum heldur í samfélagir og í öllum heiminum og það er dirty work það er heavy vinna sko þannig að þú getur ekkert farið í það sérst fyrir heildina, þú getur ekki fara að standa upp og berjast fyrir heildina, tekið þarna Robert Wallace þarna í Braveheart getur ekki tekið hann, ef þú ert ekki búin að vinna vinnuna innra með þér og skuggavinna innra með þér það er ekki hægt, þú getur ekki séð það að þú veist, as within, so without það er óslega áhugavert við höfum eftir að fara aðeins inn í COVID-ið að þú horfir á bíómyndir og sögur og allt þetta, þá erum við með hetjuna sem fer á móti straumnum en svo erum við einhvern veginn í samfélaginu í dag og það bara ráðist á þá sem fara gegn straumnum og rosalega mörg erum við á þeim stað að í raun og veru er bara öll mín hegðun þannig að ég vil samþykki massans en samt elska ég að horfa á bíómyndir þar sem mér langar akkurat að vera svo sem stendur á móti massanum sko. Akkurat, það er eitt að segja hlutin og annað að gera hann það er stór munur en veistu hvað, ég held að þetta stemmi frá þetta sem þú ert að segja þetta fyrir allt tilbaka í barnesku allt saman þetta snýst allt það að þú ert með sár innra með þér sem þú fékkst þegar þú varst lítill krakki fyrir 7 ára aldur, 100% tilfinningarna þínar voru ekki viðurkenndar sannleikurinn þín var ekki samþyktur það var sussa á þig og það var þér sagt að vera góður strákur eða prúð stelpa ekki gera svona, ekki gera einsinn og þú fattaðir og lærðir og tókst allt inn, þú ert eins og svampur sem lítill krakki tókst allt inn og allt sem þú heyrðir í draumkverju fer inn til þín þú túlkar allt sem er sagt að það sé til þín þannig að þetta fyrir allt inn, börn eru svona
rosalega opinn og næm og þetta fer inn í frumunar, þetta fer inn í beininu, þetta fer inn í allan partuna þér, þú veist, lík spiritual body, mental body, emotional body, physical body, allt draslið er uppfyllt af þess, þetta kom inn í frumunar og DNA-ið og þú gerir síðan ekkert í þessu og fer síðan út í lífi fullorðinsárin með þetta prógram, með þessa trú innra með þér, fattarðu? En síðan heldur lífi áfram og þú kannski nærri maka og fer í vinnu og svona og undirliggjandi, undirmeðvitundin, hún basically púslar lífuninu þannig saman að það verða ekki triggerpunktar til þess að trigger þetta innra batni er inni, rosalega sárt, innra batni er alltaf að banka á vill athygli, please sjáðu mig, please geðu mér athygli, það er eina sem ég þarf. Svo þegar kemur ástand eins og COVID, það sem gerist, þeir sem er ekki búin að vinna í þessu innra batni og er ekki búin að taka vinnuna á sjálfan sig, þeir fara beint inn í þetta gamla sár og verða aftur orkulega séð jafngömul og þau voru þegar þau fengu fyrsta hundið sitt. Þar að leiðandi eru þau ekki tilbúin að standa með sjálfu sér sem þau gerðu ekki sem börn og ætla frekar að gera allt sem er samþykkt af samfélaginu, til dæmis bara að standa 2 metrum frá einhverjum, setja upp grímu, ekki gera þetta, ekki gera hitt, hlýða við og ég veit ekki hvað annað er í gangi, gera bara allt til þess að fá viðurkenningu og samþykki massans. Að þá er innra barnið safe og þá er egoið safe. En eina sem innra barnið vill er að þú standir upp fyrir sjálfur þér. Prófa að gera gáð og gerist. Það er fyrsta skrefi átt að heilun. En það er raun og veru. Mér finnst nefnilega áhugavert að fyrir mér er COVID og einhvern nátt fyrir dálítið löngu síðan hætt að snúast COVID. Skilur þú veist, bara óháð öllum skoðunum mínum á COVID, þá er þetta verða mjög áhugaverð mannleg stúdía. Algjörlega. Og það verður mjög fróðlegt að sjá ef allt fer svona á, þú veist, besta veg núna og það bara hlæja. Ok, segjum núna bara verða öllu aflétt. Það er bara fólk verður bólusett og verður öllu aflétt. Þá verður mjög fróðlegt að sjá hvort það sama fólk og er búið að vera alveg trillt núna yfir í að herða allar aðgerðir. Þegar massin verður komin á aðra skoðun, segjum núna í ágúst-september, hvort að þetta fólk verður þá allt búið að skipta skoðun þá? 100%, ég er búin að sjá þetta fyrir, það er 100%. Ég er búin að eiga samtal við fólk sem segir ég var nú alltaf sammálaður. Þau eru búin að segja það nú þegar ég áttur að eiga þetta samtal, ég vissi alltaf hvað þú veist að tala um, ég bara nefndi ekki að taka slæðin. Eða þú veist, það er bara þannig. Það meinar þú fólk sem var ósammálaður fyrst en er núna orðið sammálaður? Já, verður að setna skilur, þeir eru allir orðið sammálaður. Það er easy að hoppa á lestina þegar það er orðið mainstream. Það er easy. Það geggjað myndband, ég skora þá sem er að hlusta að horfa, fara á YouTube og skrifa first follower. Ég held að þá komu upp, eitt af því fyrsta sem kemur upp, þá kemur myndband af það svona útiháttíðar stemning í brekku, rosa mikið af fólki. Og það er einn gæi sem byrjar að dansa eins og hálfviti og hann er svona aleinn einhvers þar. Og allir eru svona einhvern veginn að horfa á rosa skrítin. Svo fyrir einn annar og byrjar að dansa eins og hálfviti með honum. Og þetta er svona reglanum fyrst að þú veist, það þarf alltaf svona ákveðin brjálæðing til þess að byrja eitthvað. Og hann er bara áleitin brjálæðingur. En það er fyrsti followerinn sem mainstreama brjálæðingin. Og það líður innan við mínúta þar til að allir eru farnir að dansa eins og brjálæðingar og þeim sem sita eftir í brekkunni farið að líða eins og hálfvitum yfir því að þeir séu ekki að dansa eins og brjálæðingar. Akkurat. Skilurðu? Algjörlega. Þetta sýnir mann einhvern veginn að það búið að gera svo marga tilraunir á sig í félagssálfræðinni. Ég lærði sálfræði á skólanum og þetta með bara að fólk kemur inn á biðstofu hjá lækni og það eru 6 manns inn á biðstofunni, 5 af þeim eru þáttakendur í tilrauninni en 1 kemur inn og veit ekki hvað er í gangi. Svo byrjar fólk að klæða sig úr. 80-90% af fólki bara byrjar að klæða sig úr fötunum að því hinn er að gera. Hann veit ekkert hvað er að gera. Og við höldum í alvöruna eins og núna við séum orðin eitthvað annað fólk heldur en fólki sem hefur verið að hlýða hlutum í mannkynssögunni. Ekki neitt. Það er allt eins. Sagan mun alltaf endurtaka sig. Alltaf þangað til að við stöndum upp fyrir sjálfum okkur, vinnum í okkur, innra með okkur. Því að COVID er stærsta gjöf sem mannkyn hefur fengið í fyrsta lagi. Að hvað leyti? Að því COVID er að gefa okkur öllum tækifæri að fara inn á við. Það er stríð í gangi og fyndið á sérst að segja þetta með sálfræðina. Það er stríð í gangi, ég lofa því. 3. heimsstyrjöldin er í gangi. Það er engin vígvöllur, það er enga byssur og það er engin skriðdrekar. Það er inn í hausnum á þér. Þetta er internally, þetta er milli þín og þín. Og það verður að gefa tækifæri eftir öll þessi ára sem þú er bókstala gert hvað sem er til að mæta ekki sjálfur þér eða sjálfur þér,
núna gefur tækifæri til að sitja með sjálfu þér. Þegar þessi lockdown allt komið, þá var fullt af fólki sem gerði það, fullt af fólki sem er að hlusta, tengir það sem ég segja, aðrir eru bara fuck, ég gerði ekki, nú kannski er ég að fá tækifæri til að gera það, en þetta er tækifæri fyrir okkur til þess að fara inn á við, kynnast sjálfum okkur, átta okkur á því að við erum Guð. Allt er innra með okkur, allt sem þú leitast að innra með þér, þú getur aldrei verið ánægður að hamingjusam með neitt ytra, það er ekki tilbúið innra með þér. Það getur verið eins og Pissi skói sinn, skilur skammtíma vermur og hamingjusam á tíma að keypti nýjan bíl, svo ertu bara að kaupa nýjan bíl og þetta vita allir, en samt einhvern veginn halda þér alltaf áfram í þessu hamstrahjóli, inn í matrixinu, inn í egoi, inn í þessu kapplöpu að eldast við. Í raun og veru þarf bara einhver annarkvort að lendi það miklum sársauka, hann gefst upp á þessu og fer í hina áttina sem er inn á við eða að upplifa rosalega andlega andlegt atvik eitthvað mjög out of this box sem þú getur ekkert sett í haus en þú verður bara að setja það í hjarta því að það er engin annar staði fyrir það og þá gerist eitthvað, hann er þess að tveir leiðir, þú veist, greis eða sársauki. Það er rost að lýsa sáðan með tvíburabróðin og þú veist að fara í svo miklum díteilum í hlutir sem flestir hafa ekki minningu svona langt aftur, sko. Þetta hljómar svona eins og eitthvað sem gerist hjá mörgum þegar þeir taka ayahuasca eða sveppi eða annað sem að svona einhvern veginn hjálpar þeir að fara dýpra onni í einhverja hluti sem þú getur annars ekki farið onni í. Líður þeir eins og þér sérst að fá þessa hluti til þín án þess að nota neitt svona? Allt sem ég er búin að segja hefur komið þegar ég er bara að brjóta saman þvott eða skilur, eða kissa kvætti minn. Hvenær byrjaði þetta? Ég var aktiveitaður 11. nóvember 2019 þegar ég hitti manneski og horfði í augun á henni og fattaði að ég var að horfa á sjálf á mig. Og við föðumumst og hjörtan okkar snertust og ég upplifði tímaleysi og Guð teygði sig niður og sagði velkomin heim. Og allt líf mitt meikaði sens og einu augabragði, allt sem ég hélt að væri mögulega til, allt sem ég hélt að ást væri og samband karl og konu sprakk út og fór út í óendanlega. Þannig að já, það var það sem gerist, það var ég aktiveitaður kundalíni orkan mín sem er orkan sem að fer snákurinn, kundalíni hefur eftir honum. Ja. Orkan sem fer, fólk vinnur mjög gradually að leysa kundalíni orkuna úr læðingi og þá byrjar í rótastöðun og fer síðan upp í kránchakra og þú fer í jóga og hugleir og gerir þetta í kannski 10-20 ár þá til þú nærði þessu. Hjá mér gerist það á 1 sekúndu. Við það að hitta þessu manneski þannig að það var svona helsta. En ég hef farið í ayahuasca. Hvernig veistu að það gerist þér? Af því ég fann orkun að fara upp. Bara ég fann þetta. Okay. Ég bara vissi þetta. Þetta var líka bara svo stórfélagin alltaf það sem ég er að segja er bara mjög lítið brot en þessi sag, ég get ekki sagt hann núna strax en hún var í sögð setna. Já, ég bara vissi, ég skildi bara að þetta var svona en þetta var bara byrjun á ferðalaginu og það leiddi alls konar ótrúlega erfiða hluti í ljós og ég var aktivt að triggera öll óheilu sárin mín sem ég vissi ekki af, til dæmis þetta, ég vissi ekki að því þegar þetta vissi ekki að þið fæðist og verið traumatæsar eftir 5 mínútur. Þetta var til þess að held ég svona 10 mánuði setna eftir að við hittumst, þá var ég heima á mér að búa út í vídeo og horfa á gamla klippur af mér og bróðum minn og þá kemur þetta bara. Þá skil ég, þá mann ég. En það 10 mánuði setna skilur ég mig. En hlutinni sem þú ert að lýsa það er svona eins og þau séu miklu sterkari hjá þér heldur en flestum. En ég held samt að flestir séu með, mér fannst þegar ég fekk Óla Stef hérna, og við tala saman, mér fannst það svo flokk hvernig hann lýsti þér, hann sagði held hann hafi sagt að þetta var svona í Frozen 2, það er röddin og það er svona einhvern veginn, sérstaklega svona núna í COVID, það er eitthvað aðeins öðruvís en mér er sagt, það er eitthvað, og bara í lífinu almennt, there is more to it, það er eitthvað hérna. Og það er þessi rödd og eins og hann sagði en svo er náttúrulega hægt að setja bara tap í eyrun halda áfram að deyja. Algjörlega. Og þetta er bara val. En langar maður ekki að fara hérna og sjá hvað er í gangi? Það er ógeðslega gaman, Það er mjög gaman. Að þú verður bara meira, þú ert í raun og veru svo ótrúlega, við erum öll svo ótrúlega takmörkuð. Við erum að nota heilan sem er rosa takmarka tól meðan að hjartað er með öll svörin. Og ég veit þetta hljóma kannski, hvað meina, en þú munt skilja þetta ef þú ákveður að taka ferðalagið úr hausnum í hjartað, ef þú ákveður að taka ferðalagið inn á við og skilja meira og þú veist, þegar þú tekur líka með þetta ákvörðun, þá sendur þú út þau skilaboð í alheiminn og hann er algjörlega með þér í liði, hann setur fólk á brautina, hann setur tækifæri fyrir fram að allt í hann að lesa ykkur grein sem er svar við spurningur sem svo dreymir eitthvað, þetta fyrir alltaf hjálpa þér.
lífið svo miklu meira en við höldum. Þú veist, augun okkar nema ekki nema 1% af ljósspektruminu. Eins og þú erum með myndavél og með ljósop, þegar þú opnar ljósopið, hvað gerist? Þú farir inn meira ljós. Þú tekur meiri upplýsingar og myndin verður skýrari, meiri pixlar, meiri data. Þegar þú vinnur í sjálfu þér og tekur og opnar, þú veist, ekki endilega ljósopi bara, en til dæmis bara í DNA-inu, í 1 gram af DNA eru 515 gigabæt af upplýsingum, af data. Þetta allt sofandi inn í þér. En þegar þú tekur og opnar fyrir það og segir, herru, ég ætla að fara á þetta ferðalag, ég ætla að vinna í mér, ég ætla að fyrirgefa og ég ætla að, þú veist, æla og gubba og fara í ayahuasca og fara í náttúruna og tengja með þetta hætti vinnun sem ég hata, borða hollari mat, allt þetta dót, þá ertu að opna meiri ljós, þú ert að aktivita meiri innra með þér og ljós eru upplýsingar. Og þú ert með 515 gigabæt í 1 grammi, getur ímyndaðir hvað er mikið í boði. Ég hef bara tappað inn á brotabrot og þetta sem ég er að segja er aðgengilegt fyrir alla og ég er enga veginn betri að merkja en nokkur annar. Allt sem ég get gert, getur þú gert betri en ég. 100%. Er þetta það sem við erum að tala um hérna allar þessu hluti? Er þetta, þú sagðir á hann hérna, heilin versus hjartað. Fólk er tilbúð í ferðalagi úr heilanir í hjartað. Segjum nú sem svo einhverju sem er að hlusta er alveg tilbúnir í þetta ferðalagi en spyrja hvar byrja ég? Hvernig fer ég í þetta ferðalag? Til þess að umbreyting geti átt í stað þá verður að nota 2 hluti. Ásetningur og athygli. Það er það sem vex. Það er fyrsta skrefið. Taktu blað og penna. Keyptu þér, þú veist, þetta litlu smáatriði skipta miklu máli. Farðu í flotta bókabúð, keyptu þér bók, skýrðu hann eitthvað, hafa hann bara fyrir draumana og bara fyrir það sem þú vilt gera framöndan núna og byrjaði bara að sjá þetta fyrir þér. Hvað viltu? Skrifa það niður á blað. Hvað vilt þú raunverulega? Hvað er það í lífinu sem er líkar ekki vel við núna? Vinna í því hægt og rólega, losa við það og þá býrðu til rými fyrir eitthvað nýtt. Síðan heldur náttúrulega bara áfram að lifa og auðvitað við þurfum að borga reikninga og fyrir í skóla eða vinnu og allt það, en vittu til, það er 100% að þú ferð að sjá breytingu, þú ferð að skynja meira. Þú ferð allt inn að lenda í ykkur tilviljunum sem er ekki tilviljunar heldur, það er eitthvað sem þú skapaðir, sem þú vildir að eða til og þú segir, já, ég trúi. Þetta snýst að lenda í einhverju svona atviki sem að færi til að trúa og svo byggir þetta ofan á trúni þinni, svo byggir þetta ofan og verður alltaf meiri trúfastur í því hvað þú ert og hvað lífið snýst Þetta er umbreytingin og þetta er bara ferðalag, fattarðu mig. 2 skref áfram, 1 skref aftur og bak og já, einn daginn ertu bara eitthvað á einhverju stað sem það er ekki einu sinni trúum að vera til. Ég hef alveg upplifað þetta eins og tala með tilviljanirnar, sko. En síðan er svo gaman að veltaði fyrir mér, akkur, þú veist, að ég hugsaði oft með sjálf á mig, að ég er svona, það er svona stundum eins og mér langi að velta staðans lengur í leðjunni, sko. Þú veist, við erum í símanum og fara í Championship Manager og gera eitthvað til þess að deyfa mig, af því að ég hef alveg upplifað það þegar ég er vel tengdur, að bara svona einmitt, að það verður svona bara svona skuggalega augljóst að hlutir hætt að vera tilvílanir. Og þá fattar maður, ok, hér er ég komin í, ég kallar það stundum synchronicity, sko. Þegar synchronicity í lífinu byrjar að auka, það er bara réttu manneskjurnar og það hefur orðið alveg svona skuggalegt, sko. Þegar ég er að gera bíómyndunum landsliðið og þá, þú veist, er ég að lendi ég ítrekka í þessu, ég er svona að tala við leikstjóran sem er með mér og bara, já, pæli tónlistinu, hvað með Óla Arnalds? Svo bara kortir í seinni er ég að fá mig kebab og bara Óli Arnalds bara inn á staðinn og þetta hélt bara áfram, bara aftur og aftur og aftur, sko. En svo missir maður þetta af því maður, það er svo ég tala fyrir sjálf á mig, að ég tek bara tímabil þar sem ég er alltaf mikið í símanum og fer í þessa mennsku og þá fer þessi tenging svona aðeins að dofna og svo nærmar ég hann aftur, svo dofnar hún. Verðum við ekki alltaf að vera einhvern veginn svona partli mennsk og hjakkast í þessum mistökum sem maður gerir í mennskunni, ef við köllum við mistök, og síðan, þar að segja, þú veist, það er kannski fólk sem er bara einhverjir munkar sem er að hugleiða allan daginn, skilur við, og ná á einhvern stað og hvað svo? Svo er ég samt bara ennþá í þessum líka með hérna, skilur við. Það er bara venjulegu mánudagur. Ég held við verðum ekki að gera neitt í fyrsta lagi, fattur við verðum ekki að gera neitt.
þú veist, það kannski þú veist, fattur mig, það byrjar oft þannig að þú veist, við heldum alltaf að við þurfum að gera eitthvað, það sem þú varst að lýsa líka bara eitthvað sem ég upplifði klálega og þú veist, við verðum að leyfa okkur að elska okkur líka bara þar, að taka bara Dirty Monday og vera að spila Champions League og borða snakk og ítu, þú veist, sérstaklega eftir hardcore innri vinnu sem þú kannski bara búin að gubba og skýta á gólfið því þú var svo hellaðir að losa, nú ég að lýsa bara actually eitthvað sem hefur gerst hjá mér, ég skeita ekki í ældi, ayahuasca, fattur eitthvað sem er búið að vera innra með mér, ég er að losa mig eitthvað sem var búið að vera innra með mér síðan ég var 12 ára strákur. Ég þarf bara að fara heim og setja með mér og setja með teppikveiki og kerti og horfa á Love Actually og bara snakk, sko. Það er bara 100% þannig. Ég þarf bara að vera í látíðinni. Að því stundum enn maður líka, þú veist, að því synkronicity getur bara gerst fyrir þau í hátíðinni. Synkronicity er gaman ef fólk þekkir ekki, það er hann að Carl Jung fór mikið inn í það og lýsti þessu sem í raun og veru röð aðgera af atburðum sem koma of nálægt og koma of oft fyrir að þeir geta ekki verið titlaðir sem tilvílanir og þetta tengist í raun og veru herra sjálfið er að nötsa eða að segja að þú ert á réttir leið þú varst að gera myndina og þú veist, Óli Arnalds býr til tónlist sem er ákveðin tíðinni hann er geggjaði listamaður og hann er klálega rétti maður til að fara í þetta og þarna þegar þú farið hugmyndina þá var alheimurinn eða herra sjálfið að segja rétt, við skulum láta hann fara út að borða og hann fór út að borða og þeir hittast til að láta þið vita að þú sést á réttir leið, fattur við til þess að fá þessi nöts frá alheiminum og þessi synchronicity, þessi hvað við viljum kalla það tilvílanir, þá þurfum við náttúrulega að vera í hátíðinni. Okkur þarf að líða vel. Passion, skilur, gleði, bara, þú veist, borða holt og allt þetta dæmi, hugsa jákvætt. Þú veist, það kemur ekki að. Suttalegis augnablik, sko, reynda að teka fram að síðan gerði hann nú ekki tónlistinni í myndinni, en einmitt bara, ég var einu svona í Frakklandi og búin að vera að vinna rosa mikla innri vinnu og er upp í sveit og byrja að labba og svo byrja að sjá svolítið mikið rusli og einhverju hluta vegna byrja að tína upp ruslið og svo er ég stattur sko 5 kílómetra frá einhverju sem heitir Sveitabær sko, ég var bara hvað ætla ég að gera með þetta rusl, það er bara labbaðin inn í miðjum skógi og þá allt er svona einhver hana handmade ruslatunna úr tré sem er búið að búa til og ég bara, ok, þetta er eitthvað grín, skilur, labba tilbaka og enda síðan að koma á Sveitabær sem er vinur pappa míns býrðar og það búið að elda matinn og eitthvað svona, það vantar salat, bara mínútu síðar mæti gæinn á næsta bæk ég er hérna með of mikið salat vantar eitthvað nokkuð salat og bara þetta hélt bara áfram endalaust þarna, það sem er svo fallegt við þetta er að þetta gefur þér einhvers konar staðfesting á það er more to it it's more to it og við þurfum að treysta það er nummer 1 og 3, ef þú treystir ekki þá gerist ekkert fyrir þú þarft svolítið að hoppa út í óvissuna og treysta að einhver grípi þig En það, sko, eru talar þess að skuggavinnu svona. Það er náttúrulega það sem fólk óttast mjög mikið að sitja í óvissunni, sko. Já. Og það er... Og feysa óttan sín. Sko. Það er ógeðslega erfitt. Það er viðbjóðslega erfitt og það er bara fyrir hugrakkar sálar að gera. Ég get lofa þér að þetta snýst heldur ekki bara þennan raunveruleika. Þú veist, þetta snýst ekki aðra raunveruleika, aðra heima, aðra víddir. Þú veist, þegar þú er búin að opna inn á það þá skilur hvernig það allt saman virkar og þetta þú veist, allt er til orkulega séð það sem mamma mín lendi og það sem mamma mín lendi og langama fólk sem er látið eins og við segjum að deyja sem er látið úr þessu lífi sársökinn þeirra er ennþá til í einhverjum genum sem er innra með mér þannig að þegar ég fyrir á stað í mína vinnu og er búin að svona taka eitthvað ákveðna rispu allavega af mér persónulega þá er bara, þú þarf bara að taka generational trauma þannig að maður er að hýla alveg bara both lineage, bara mömmu og pappa ömmu og afa og allt gengi fram aftafið til að segja stopp af því og þú veist, nú er bara að lýsa raunveruleikum eins og hann er og þetta er ekkert að setja út á einni neitt en þú veist, tráma fer í gegnum ættleiki, tráma fer á milli gena og fer í gegnum gena og milli fæðinga og þegar ein kynslóð hýlar sig ekki þá fer hún í næstu kynslóð og það var bara ekkert í gangi þá, þetta er bara að byrja með okkar kynslóð, þannig að amma mín og afi gerðu það ekki, þau lendi ykkur, þau hýluðu ekki allt gott fólk sem ég elskar rosa mikið en þau hýluðu ekki sárin sín mamma mín og pabbi gerðu það ekki heldur, svo kemur þetta til mín og ég er að fara að segja stopp alveg svo hlutverk okkar sem er hérna margra sála sem eru komnir frá öðrum stöðum sem eru í raun og veru upprunalega frá öðrum stöðum, svona sálir, ekki jarðarsálir eru bara hérna til að nákvæmlega gera þetta og það er hellu vinna þú þarf bara að vera virkilega tilbúin í slægin eða þú ætlar að taka því það er eina leiðin sko. Það er sko mér langar til að taka þessu umræðins yfir á bara svona alheimsplanið taka þetta í stærra samhengi þú veist, það sem er í gangi hérna núna fyrir framan okkur er bara brot því sem er raunverulegt og er að fara að gerast og er satt
þú veist Hvernig þá? að við getum ekki nota heilan okkar í að skilja það sem er framöndan, það er of stórt, það er of mikið, við munum ekki skilja það er einu sem mér hefur sagt ég get reynd að segja það en þú munt ekki skilja þetta, þú ert ekki með getunni að taka inn í heila en eins og staðan núna en líkaminn okkar er að fara að breytast, DNA okkar er að fara að breytast úr 2 strands yfir í 12 strands, úr karbon í kristall er miklu sterkari, hann tekur miklu meira inn líkaminn okkar mögulega líka að fara að breytast að einhverju leitinu til maðurinn það er talað um þetta sem great shift in consciousness stökk í vitundastíði við erum að fara að stökkva í vitundastíði ekki einstaklingurinn, heldur heildin jörðin móðir jörð er með vitund massa vitund, svo er einstaklingsvitundin ég, þú, allir aðrir svo erum við með sameiginlegu vitundina sem er skýð, collective cloud þannig að það snýst að vinna í sjálfu sér og heila sjálfu sér því að þú heila sjálfu að þú heilar í heiminn að þið fyrir allt þangað upp, skilju, allt sem þú gerir gott eða slæmt, hefur áhrif á allan heiminn, skilju hvað við og það er alveg gott held ég að hafa það bara bak veira allt sem ég gerir skiptir máli ég get gert heiminn á betri stað í dag með að vera í ást, ég get gert heiminn að verri stað með að vera í ótta og lifa með lífin minni út frá því og neikvæðinu og baktali og niðurrifi eða ætla að vera í ástinni og í gleðinni og í haminginu og þannig láta mér líða betur og hjálpa heiminum, þú ert superhetja Þetta er frábær punktur líka að tala með að því það sem gerist líka oft finnst mér hjá fólki sem fer í svona einhverja mikla andlega vegferð er að það fer svona að gefa sér afslátt á einmitt að hlutinni skiptir nú ekki alveg máli allir þú ert í einhverja herra perspektífi sko. Skilur hvað er að fara versus það að sé einmitt að eða ég myndi að horfa á þannig að því herri tíðinni sem þú ert að vinna á því meiri er ábyrgðin þín 100p því meiri er ábyrgðin þín og því meira skiptir allt sem þú ert að gera máli sko. Já, þú ert með þetta sko það er til orðið yfir þetta sem þú vorst að lýsa það er kallað spiritual bypassing Já, algjörlega skilur mig Algjörlega Já, fullt af fólki gerir það ég veit ekki okkur, það er örugglega bara ekki tilbúið í að gera meira að svo stöddu en svo vonandi heldur það áfram, en það hefur aldrei verið mikilvægara heldur en núna að standa upp fyrir sjálfu sér og standa upp fyrir réttlætinu standa upp fyrir því sem þú finnur í hjartaninu og er satt sama hvað allir aðrir segja því að þó að allir sé að gera það þá þýðir ekki eitthvað sé rétt og þó að fáir sé að gera það þá þýðir það ekki að sé rangt skilur, og auðvitað eru allir sannleikar hálfir sannleikar, skilur, every truth is a half truth nema alheimssannleikur og alheimssannleikurinn er sá COVID komin inn sem algjört alheimsplan frá Guði hjá alla, Buddha, hvað vill kalla hann planaði þetta allt saman, setti þetta hérna inn sem eiginlega trójuhestur og þessi vírus kom inn og allir bara crazy, allt brjálað, allt fyrir á hliðinu eins og hérna við höfum talað oft bara allir, það er ekki að lýsa ástandinu eins og það er bara eins og það er til þess að koma hérna inn og upplýsa spillinguna sem er inn í öllum kerfunum í heiminum COVID fer inn í öll kerfin, skólakerfið, fjármálakerfið bankakerfið, pólitíkina fjölmiðla ég er auðvitað að glemma einhverju, en þú veist, bara allt dót það er verið að fara að upplýsa þetta allt saman og COVID var besti katalistinn til þess að koma inn og segja bara what's up motherfuckers skilur say hello to my little friend þannig að þessi litli vírus sem ég held að sé einhverju 50 til 100 makrosentimetrar eða eitthvað makrometrar í þvermál hann er að fara að fokka allir upp hann er að fara að sína okkur skuggan sem við þurfum að horfa á fullt af fólki er ekki tilbúið að horfa á skuggan en fullt af fólki í kringum mig og út í heimi er að gera nákvæmlega þetta það eru læknar að tala upp gegn þessu öllu saman þetta er allstar fyrir framæg ef þú vilt sjá sannleikan þá er hann fyrir framæg það sem mér finnst allavega að vera rosalega interesting er sko alveg óháð skoðunum fór þess að COVID er þessi ritskoðun sem er byrjuð að eiga sér stað að því þá er það aftur svona ef ég er að flytja fólki upplýsingar og þetta er bara svona rosalega obvious sko að þetta sé eins og ég er að segja af hverju þarf ég þá að vera að stoppa einhvern sem er með aðra skoðun en ég af hverju treysti ég ekki fólki til að segja bara þetta er bara eitthvað rugl skilur það er rosalega áhugavert einhvern veginn að þú ert að tala um þessi kerfi
hvernig kerfin eru núna einhvern veginn að svona næstuð eins og kerfin sé að fatta internetið var á mikið, það komið á mikið upplýsingum til fólks, hvað getum við gert til að reyna að stoppa internetið sem því miður bara ekki hægt stoppar ekki internetið nei, en ég sé að það næstuð eins og sé bara svona nú erum við að reyna einhvern veginn og þú veist, stærstu samfélagsmiðlaður það að vera að reyna að kontrollera þessu öllu með ritskoðun sem svona eru bara ef eitthvað alveg svona rosalega mikið þvæla út og kú Akkur þarf þá að halda þig frá fólki? Er fólk ekki nóg vel gefið til að horfa á það og segja þetta bara eitthvað þvætningur, skilur við? Þannig að, aftur, það eitthvað svona sem svona... Þú veist það alveg. Hvað ertu að segja? Þú veist það alveg. Segðu það bara, leiftu þér litla barninu í gegn og segðu það. Leið mér að vera mín megin við línuna. Já. I know, brother. En já, þetta áhugavert allt svona með ritskoðun en ég segi bara þetta. Það þarf ekki að verja sannleikan. En þegar þú segir að því ég, mér finnst allavega, ég með aðalega sem ég fylgist með og hlusta á og ég ofta ekki sammála öllu sem þeir segja, en þegar ég horfa á þá er eitthvað við að hvernig þeir segja þeir sem þetta allavega alveg 100% sannleikur þessa einstaklings. Ég finn það að hann að segja eitthvað sem hann með sem sína vissu. Og ég upplifi það hjá þér. Skilur, þeir eru að segja frá hlutum og það svona, þeir eru að segja þetta eins og að heimurinn muni breytast og allt þetta. Þá aftur spyrið þið, þú veist, hvaðan færði þessar upplýsingar? Í DNA-inu mínu. Ég opnaði meira ljós, ég opnaði meira upplýsingar með því að vinna í sjálfum mér, fyrst og fremst. En svo líka bara sálin mín drullu gömul og gefur mig frá öðrum stað, öðru sólkerfi og þegar ég sef þá fer ég þangað og vinna alls konar vinnu og svo á milli, ég kom hingað og tók 12 líf, 12 svona endurfæðingar, þetta 12 á seinast, þá mér hefur sýnt það, þannig ég veit að allt að gerast núna. Þú veist, ég hef alveg farið gegnum tímabila sem ég var að efast. Veist hvað ég meina, og var ekki tilbúin að segja hennan sannleika. Algjörlega. Ég hef ekki getað verið hennar bara fyrir mánuði síðan held ég allt bara að gerast fullkomlega fattari. Ég hef náttúrulega talað bara út frá mér en ég held að allt sé að gerast fullkomlega yfir höfuð en á milli lífa þá hef verið með minninga því að þú veist, ég fer bara í gegnum lífið og ég set bara svona hologram. Það er bara að spila filmu, sína mér hvernig lífið verður og ég bara fara yfir þetta og fara inn á líka alls konar, læra söguna, læra mannkynssöguna, fá fullt af upplýsingum áður en ég droppa síðan inn í þetta form. Eða hluta mér því að þú veist, það sem ég það sem þú ert svo mikilfenglegt, orkan sem þú ert, viskan, eða það kallar intelligence, eða ekki bara gáfur eða hvað, það er svo skrítið, alltaf multidimensional, það allstaðar á sama tíma, þannig að ef ég myndi tróða öllu herra sjálfinu mínu inn í þennan líkama Davíð, þá myndi hann springa, hann getur ekki höndla, en eftir því sem tíðnin hækkar á jörðinni og eftir því sem ég verð hreinni, skilur, borða hreint og drekk mikið vatn og hugsa falli og allt þetta dót, fattur þá hækkaði tíðnin minn og þar að ég geti tekið meira af herra sjálfinu mínu sem Guð, skilur, að því alltaf herra sjálfu sama og Guð, kemur frá sama stað og það komið sér upplýsingar, basically, myndi ég segja. Því mér finnst, ég vonandi alveg ágætur í að, því ég vinn við að tala við fólk og svona, og ég finn alveg þegar fólk með einhverja svona skoðanir sem eru kannski mjög óvennilegar, en það rosa hleðsla í þeim. Þú veist, en ég finn eins og þegar þú ert að tala um COVID, þú ert að tala um þetta, ég upplifi enga tilfinninga hleðslu í þér. Nei. Það að segja, þú skilur í hvað að fara? Ég skil. Að þú veist, það kannski einstaklingur sem rosalega mikið á mót öllum COVID-aðgerðum og þú upplifir rosalega reiði í viðkomandi. Ég upplifi ekkert svoleiðis í þér. En það ég ekki reiður. Nei. Og mér alveg saman hvað fólk, ég í raun og veru með sama, ég veit að ég á ekkert að stjórna neinum, það eitt afbrigði meðvirkni að vera eitthvað að stjórna. Ég bara veit að ég á ekki að stjórna neinum, en ég get hins vegar komið hana og borið fram á borðið minn boðskap eða mína þekkingu og deilt í með öðrum að ég veit að fullt af fólki sem að vill heyri þetta, þarf jafnvel að heyri þetta og til í að heyri þetta. Á sama skapi segi ég ekki bara taka allt það sem ég segi sem einhvern heilagan sannleik, leyfðu því að lendi í hjartanu, leyfðu hljóðbylgjana sem koma á eftir orðunum mínum að lendi í hjartanu, í orku sviðinu og findu, þetta ást, hann að koma frá ást og hann að koma frá sannleika eða þetta bylgjur, að því bylgjunar öðru sig eða það ást og sannleika eða lygi og ótta, eða þetta lygi og ótti og þú getur notað þetta tæki eða tól líka þegar að sérfræðingarnir eru að tala, þegar ég horfið á einhvern af þessum blessu sérfræðingum sem eru alltaf að tala og tjá sig þegar ég horfa á þig,
þá sé ég bara, ég þarf ekki að sjá og heyra, ég bara finn. Ég finn bara ekki til það sem sýnist. Ekki til það sem sýnist og ég er tilbúin að sita hérna og þetta er bara án smá áskorun, ég er tilbúin að sita fyrir framan einhvern af þessum sérfræðingum, einhvern af þessum pólitíkusum, einhvern af þessum læknum úr heilbrigðisstéttinni og ræða þessi mál bara mano á mano, hjarta í hjarta, full virðing, full ást. Tökum upp samtalið og birtum það. En hvar á því að eins og hafa svona verið sem betur fyrir komin á stað sem er svolítið öðruvís heldur en fyrir rúma ári síðan, þegar COVID byrjaði. Þá var það næstu því þannig að þú veist þá var bara ekki leyft að hafa neina aðra skoðun, sko. Nú erum við svona aðeins byrjuð að, fólk er aðeins byrjuð að leyfa sér að explora, sko. Hvaðan kemur þú veist, ég meina, þú trúir því að COVID sé til, eða hvað? Vírusin sjálfur? Já. Ég veit það ekki, það er ekki búið að finna hann, þú veist það. Það er ekki búið að isolata vírusin, þannig að samkvæmt því er hann ekki til. Okay. Það hefur engum vísindamanni tekið að einangra vírusin. Þar alveg er ekki hægt að búið til bóluefni fyrir vírusnum af því það er ekki hægt að búið til bóluefni fyrir eitthvað sem er ekki búið að einangra. Þetta eru bara, okkur er engin læknar að segja þetta. Þetta er bara basic science. En stóra spurningin sem að væri þá svona einhvern veginn lægið að núti sem væri svona einhvern veginn alveg blatantly obvious og það er það sem að þegar ég hef verið að ræða þetta af fólk og ég vil alltaf vera opinn fyrir öllu Algjörlega. Að þá kemur oft þetta svar tilbaka. Býtu, á ég að trúa því að öll lýðræðisríki sé að gera þetta og allir sé að gera þetta ef þetta er allt bara vitleysa. Sagan endurtekur sig. Þangað til við segjum stopp. Við erum komin ekki til að segja stopp. Ég, þú, allir sem er að hlusta. Við erum komin ekki til að segja stopp. Dreigum mig inn í hópin. Nei, bara fólk sem er í hjartanu. Þetta er bara fólk sem er í hjartanu allar standið fyrir réttlætinu. Úr Robert Wallace. You don't take my freedom. Nei, hérna gyðingarnir vissi ekki að þeir voru að fara í klefan til að deyja, þeir held að vera í styrtu, skilur. Það er allavega eitt sem að mér finnst alveg mjög augljóst þegar maður horfir á mannkynssöguna. Við erum ekkert öðruvísi fólk, sko. Nei. Það er oft hort á sögun og sagt eitthvað sem gerðist hérna einhvern tíðan sem var eitthvað ljótt og gerðist fyrir löngu síðan. Já, þetta var svo fáralegt og þetta hafi getað gerst. Við erum nákvæmlega sama fólki, sko. Allt þetta getur svo auðveldlega endurtekið sig. Í hverjum líftíma sem þú tekur sem sál, þá mun alltaf gerast eitthvað eitt stórt fyrir okkur til að vinna í sem heild. Þetta er það. Og ef við segjum bara já og amen, þá gæti þetta enda illa. En það gera ekki að því ég er búin að sjá að þetta mun allt enda vel. Það er allt gott. Alltaf. En hins vegar, nýtum tækifæri til þess að fara inn í hjarta og standa með sjálfum okkur og heila litla barni og þú veist, einmitt þú veist, lærðu líka kannski bara á innsæðið þitt, þú veist, hvað er verið að segja mér hana, að því ef þú ert að nota hausinn, ef þú ert að nota framheilan og lógíkina til að reyna að skilja þetta allt saman, þá ferð ekki mjög langt. Þú ferð bara ekki langt. En ef þú kemst að einhverju leiti inn í hjartað og getur notað það sem filter fyrir það sem er í gangi, að því þú ert alltaf að fá upplýsingar alls þar, þá gerst þetta tölvöld lengra. Og þá getur þú fara að sjá og skilja allt án þess að dæma, það er ekki dæmanett, allir að spila út sitt hlutverk og það þurfa að vera vondikallar til þess að einhver getur verið góður. Það er bara þannig, við erum í duality og það er kontrastar og þannig byggistu náðu að lenda í miðinu og finna hana þriðja pól. Ég hef oft verið svolítið skemmtilegri stöð af því ég fæ að sita fyrir framann stjórnmálamenn og tala við þau og vísu hefur Þórólfur ekki vilja koma til mín en Kári búin að koma og svona og ég enda svo ofta einhvern veginn á að sannleikurinn minn verður ekki á alveg á öðrum einhverjum pólnum, skilur hvað er að fara? Nei. Fattar þú? Og ég vil, það er oft svona, ég vil oft skoða já, gæti verið að ég hafa haft rangt fyrir mér. Ég til dæmis á tímabili var farin að halda að COVID-aðgerðinnar eru endalausar. Núna finnst mér allt í hennu komið gluggi þessum ég segi, er bara verið að hafla þetta svolítið. Já, veistu hvað var að gera? Þetta er psychological warfare. Þetta er sálfræði stríð. Það er verið að gefa von sem tengir frá þér. Það er bara að brjóta spirit niður. Bara að brjóta andan niður með að taka allt frá þér. Gera það svo veikbara og tilbúin að samþykja hvað sem er. Þetta er mjög þekkt taktík. Samfólki sem bjóð til vandamáluna er að fara að koma með lausnina núna. Okay, þetta er bara stríð, ég sagði í byrjun, það er stríð, World War III og ég segja bara hérna að þú sér hvað hann er að koma. Það er stríð í gangi og það er psychological og það er inn í haustum ári, inn í hjartan og það stýst þig. En ef þú segir síðan samt að þetta fara allt vel Já. En samt að þetta segja að við þurfum að taka bardaðan
skilur hvað við þurfum að taka slaginn af því við komum ekki til að taka slaginn það er bara gaman, höfum gaman að þetta er ekki bara erfitt, þetta er samt líka erfitt en þetta er líka gaman veistu hvað, lífið er fucking frábært þvílíkt að vera til núna er þetta merkilegasta sem sál getur fengið að fá að vera á jörðinni, í þessu formi, í mennsku formi með hennan limit, takmarka heila en stóra hjarta og 10 putta og geta borðað og stunda noti ásta og allt þetta sem við getum gert í þessu formi og þetta er merkilegasti tími mannkynsögunni núna þetta shift í vitundarstíi þetta er það Við erum búin að tala um kerfin og þú sagðir í byrjun með kryptóið cryptocurrency að það er nú eitt kerfið sem að þetta er aldrei gaman að pæli, það er fjármálakerfið og hvar það stendur núna og því maður finnur einmitt þar að ég er aðeins búin að byrja að setja mig inn í Bitcoin og þetta og þá finnur maður einmitt þeir sem hafa hag af peningakerfinu svo það núna þeir vilja bara reyna að íta þessu öllu út af borðinu sko. Öllu sem heitir rafmyndir eða hvað við köllum þetta á íslensku auðvitað, ég meina þeir eru að fara að tapa þeir eru að fara að tapa auðvitað vilja að fá út af borðinu fattur mig þannig virkar þetta þeir sjá það þeir eru að tapa og það er eitthvað nýtt að koma og það sem mannskepnan er svo hún vill alltaf ríghalda í alltaf gamla hún vill ekki breytingar skilja en það sem við þurfum að opna eru breytingarna því þær eru óumflýjanlegar breytingarna sem við erum að tala um á stóra sviðinu og nú er framhaldið þess að lesa serina sögu til aðeins að breytum gýra ræðlagi þess að það varandi breytingarnar breytingarnar eru óumflýjanlegar þannig að annarkvort getur þú haldið í þetta reipi sem er basically blekkingin sem þú er búin að halda í alla ævi það sem eru innan tóm loforð breytingar sem verða aldrei eða sleppt takinu á sársaukanum hort á skuggan stíð inn í hjartaðir og komið inn í gullöldina ok, 2 möguleikar ég voru út í Fílabeinsströndin í janúar rétt á hann COVID skall á ég sagði hérna söguna á hann þegar ég hitti þessa stelpu og heiminum breyttist og ég tengdi mig við Source, þannig að uppruna alls og upplifði tímaleysi svo stelpa átti heim í Fílabeinsströndinni og hún var, eftir að við vorum saman í 4 daga sem var bara endalaust á momentum eins og ég listi, þá fór hún heim og þegar hún fór heim þá náttúrulega verð ég álega sorgmætur og sár inn í mér og eins og var gaman og ég skildi ekkert af hverju því að, þú veist ég skildi ekki okkur, ég gæti ekki skilaði með hausnum. Þannig að 2 mánuði setna ég mættu til hennar í Fílabeinsströndina. Og þetta var 2 vikna frí sem ég var þarna, eða frí og ekki frí, þetta var bara sálarsamningur sem ég þurfti að fara á og var mjög erfitt oft á tíðum þessi ferð og tók mikið á og litla barnið mitt að tryggera hægri vinstri en á sama tíma líka rosalega fallegt og bara gaman að fá að vera í Fílabeinsströndinni. Inn í miðju ferðina, þegar ég var búin að vera í viku, þá vorum við á okkur hóteli og vorum að fara bara svona út að borða hópurinn og í mat og drykk og þetta var föstudagskvöld og ég náttúrulega þekki engan hana eiginlega nema hana og kynntist aðeins vinum hennar og við vorum komin á þetta hótel nema hvað hún var ekki komin þannig að ég var eiginlega bara svona einn í Abidjan sem er höfuborg Fílabeinsströndarinnar þannig ég þar, mjög gaman að þessu og er eitthvað svona yfirborðskent samtöl og reyna að halda feysi og Liverpool-leikurinn var í sjónvarpinu og var ykkur listasýningar en það var ágætt en svo fekk ég nóg en svo var þetta ekki alveg ég var bara svona ég nenni ekki lengur þannig að ég ákvað fara aðeins til hliðar og setjast bara í sófan og slaka á ég er eitthvað að horfa á hann í sódavatnum mitt og horfa á bubluna og springa og ég er ekki búin að vera hann í svona nema mínútu og kemur kona upp á mér kona sem ég hef aldrei séð áður hún svona 40-45 ára lappar upp mér og segir hæ, hver er þú og okkur ég segi henni það og hún segir mér eitthvað sig og lalala og svo segir hún, heyrðu, kotta þess með mér grípur svona í hendina á mér og leið finn ég þessa móður tilfinningu bara, wow, bara orkan mamma það var svona sem var, þannig hún byrjaði að labba og þetta var svona risastórt, mjög fallegt hótel vinsalasta hótel þarna úti og við löpum eitthvað svona niður tröppur á neðri hæðina, þar er ég lengi hún labba svolítið fram og tilbaka eins og hún veit ekki alveg hvað hún er að gera hausinn á mér hugsaði smá, þú veist, hvað er í gangi er hún að reyna við mig, eða þú veist, þetta er eitthvað smá skrítið en svo ákvað ég að stíga inn í hjarta og segja ég treysti bara lífið mitt var orðið svo nógu mikið svona þannig að ég ákvaði að treysta það var eitthvað næs í gangi svo komum við inn í svona herbyggi sem er eiginlega bara svona afgirt svona VIP-svæði og inn í miðunni á þessu herbyggi var bara 1 borð með tveimur diskum og hún kemur og segir þú ert að fara að borða með okkur kallar í þjónun og segir kottum auka disk þessi ætlar að borða með okkur og við stettumst niður og hún segir þú ætlar bara að bjóða þér að vera með þetta er ég og eigandi hótelsins hann kemur síðan inn við erum 3 þarna og bara næs veist hvað ég meina bara þetta var bara svona wow, ég þurfti á þess að halda, hún vissi nákvæmlega hvað ég þurfti þessi kona síðan erum við bara búin að spjalla og góðar umræður og búin að klára matinn minn og svona, og svo eru þau að spjalla 2 við sitjum hérna, hlið við hlið ég og hún og hann er á móti
og það sem ég geri stundum þegar ég finn sjálf á mér svona skemmtilegum aðstæðum og hef gert þetta víða bæði þegar ég sita á einhverjum kletti í Fraklandi og hvað sem þá fer ég svolítið inn á við og aftengi maður og segi af hverju ég hérna og þá ég mér fljótur að þræða sögun einhvern veginn tilbaka, fer ég eitthvað svona ferðalag segi af hverju ég hérna, hvernig komst ég hingað og þetta var svo spes og ég segi, hvernig, okkur ég hérna leið og ég sleppi hugsuninni í haustum á mér hættir konan sem var hann að vilja með Stephanie, hann heit Stephanie hættir hún að tala mannin, lítur við og segir you're here because I needed to deliver a message the message is as follow the change is coming it's inevitable og þannig sprakk bóks mitt aftur í annarsinn, ég sagði bara þú varst bara að lesa hugsanir mínar, þú varst að tjannlega skilaboð og hvað í gangi og eina sem ég gæti sagt við hana eina sem ég gæti sagt við hana var what the fuck do you mean, það var það sem ég sagði afsakja orðbræðin, það var eina sem ég gæti sagt og ég var vanur að uppláða svona dót en ég bara what the fuck do you mean og hún orður á mig og segir you know exactly what I mean og svo komu augun tilbaka end of transmission og ég var bara eitthvað, hvað gerðist shit þetta rosalega þetta ekki búið, síðan fóru út hún heiti Stephanie by the way, mamma mín í þessu lífi heiti Stefania og ég fann móðurtilfinningu frá þessari konu við förum út við erum að setja hana, þá líka hinn stelpan komin og erum með einhver svona, þú veist einhver meiri hópur, setjum við eitthvað borð og hún kemur aftur upp á mér, horfir á mig byrjar að gráta, segir við höfum verið saman áður, ég hef verið móðir þín í öðru lífi og öðrum heimi þú ert þess að frá þarna og segir mér hvaðan frá, hvaðan sálin mín frá upprunalega og þar kemur tengingi minn við það aspekt af sjálfum mér, skilur sálinu minni, þannig að hún kemur með þessa frétti til mín á þennan hátt lætur mig vita að breytingarnar að koma og það óumflýjanlegt og ég verð að treysta því sem gerist á Íslandi, ég verð að treysta því sem ég að upplifa og svo segir hún við höfum verið saman og við vorum líka saman á hippotímanum við reyndum að gera það sem ætlum að gera þá við vorum með mission og það tókst ekki við vorum mjög sár og sorgmætt en núna í þessi lífi, það mun að takast svo var það búið það er svoleiðis Mér finnst alltaf svo áhugaverð þegar fólk byrjar að tala önnur líf af því ég hef ekki beina ég hef upplifað alls konar hluti en ég hef ekki beina upplifun á því að ég hafi upplifað önnur líf það kemur hins vegar hafa rosalega margir sagt við mig það er kannski eitt af því sem gerir það verkum að ég er ágætur í að taka viðtöl og tengja við fólk og svona það segja mjög margir við mig að mér líður eins og ég hafi þekkt þig í öðrum lífum en bara hér sko. En ég hef ekki beina þá er það svona þetta með innsæð, þú veist, hvenær upplifir maður eitthvað sem er það skýrt að maður getur sagt bara já, ég hef verið hér, ég hef verið í 12 lífum, þau eru svona, hvenær er þetta það skýrt að maður er alveg viss? Að ég segja þér, og nú er ég eiginlega smá að gleyma því að við séum að taka upp, við verum bara að tala saman og sófanum, ég og þú, sem tveir vinir. Þú ert ómikið í hausnum maður og verður að sleppa svolítið tökunum, bara aðeins, fattur, og treysta þér, að þú ert að fá þetta allt til, en þú veist, bara aðeins að sleppa tökum, surrender og treysta því sem kemur af því þú ert að fá fullt að dóti draumanir Þú áttar á því líka ég er að leiða viðtalið ég er að spila smá hlutverk sko. Ég leina á mér Nei, alls ekki ég bara, þú veist, ég hugsaði með mér þú veist, mér langar svo að segja hann þetta en svo hugsaði, þú veist, það er kveikt á öll kamerur, maður þú veist alveg hvað þetta gera Ég elska þetta svona bara, þetta samtalsverðum eiga núna svona, ég finn alveg að maður er svona að fara átun og limb sko. Já, ég fíla það er ekki að gett heittinn inni ég var líka í sólinn í allan dag þetta er gett, við erum að hittna það er rétt að byrja Var það heitt til að fórum að tala fílabærsturundina mér? Já, það hittnaði aldrei betur í kolonum þar svo kom ég heim og svo kom COVID ég er með þetta á bakinu, þannig að leið á COVID kemur þá er ég bara eitthvað, nei, þetta er lígi leið, þú veist hvað ég meina, þannig að það var gett skrítið fyrir mig að vera bara eitthvað, wow, er ég búin að missa, veitir okkur líðið með svona, en svo náttúrulega bara lendi ég í því og lendi ég í miðinu minni og trúði því að minn sannleikur væri minn sannleikur á hvað fylgja honum og standa með honum þannig að já, þetta er búið að vera helviti skemmtilegt ferðalag sem ég er alltaf áhverð, við erum alltaf enda á að tala svolítið mikið um COVID, en það er þetta einhvern veginn líka með þessar hleðslu og þessar reiði og eitthvað, af hverju fólk verður svona óbúslega reitt ef einhverju með aðra skoðun en það sjálft á COVID Veistu hvað er að gerast? Að því, sko, þetta snýst allt óheilað innra barn. Það sem gerist, það er tengt sálfræðinu og heitir á ensku cognitive dissonance. Þú heyrir eitthvað sem þú finnur að veist að er satt, en þú getur ekki haldið á því.
það of hátíðin, það of vont fyrir að halda á þessum sannleika, skilju. Því ef þú ætlar að fara að samþykkja það að COVID sé mögulega bara þetta hoax og það búið að spilda allt út saman og þetta snýst bara peninga og græðgi og völd og grímunar virki ekki og það búið að sanna það allt saman og þú ætlar að samþykkja þetta þá hrynur spilaborgi hinn. Þú þarft að byrja búið nýtt sem það besta sem þú getur gert fyrir þig en þú ert ekki tilbúin í það. Þar af leiðandi verður reiður og notar, þú veist, einhver öskur og hvað og segir bara að stimplar næsta mann sem X eða Y. Sem sagt, þú ert bara vitleysingur, þú ert bara dópist, þú ert bara geðveikur, þú ert bara conspiracy theorist. Þetta allt stimplar sem að hitt fólki þá notar, en ég vil alls ekki vera búið til fylkingar, en þetta stimpil sem að þau nota til þess að þurfi ekki að taka ábyrgð á eigin lífi. Þetta miklu einfaldar að segja að þú sést bara svona í stað að vera að horfa á mig og segja, herðu, ég kannski búin að vera að gera hlutina vitlaust allt mitt líf, en það ekki þér að kenna. Við erum frá blautu barnsbeinir, við erum alin upp við það að leita í allt hið ytra. Ástin út af við, samþykki út af við. Við erum með foreldrangar fyrst, svo það kennararnir og svo kennararnir að segja okkur við séum svona vitlaus og heimskoðum ekki nógu góð og segja okkur bara sussa og þegja. Það búið að dálítið mikið brjóta okkur niður alls þar. Svo koma samfélagsmiðlarnir og allt þetta áreiti og allt þetta mjög subtúl sálfræði stríð og subconscious stríð í öllum skilabóðum og veist, allt sem við tökum inn að fara inn og það því miður ekki að gera okkur gott, það ekki að styrkja okkar eigin anda og okkar eigin hjarta og okkar eigin sjálfstraust og okkar eigin ást og við erum búin að leita út af við því miður og við erum búin að afvega leita út af hamingjunni og ástinni. Maður hugsar allavega oft mín svona stærstu augnablik af nota enska orðið svona clarity. Þá líður mér eins og ég hitti sjálfa mig á bakvið allar skilyrðingarnar. Skilur þið? Segðu þetta á þér. Mín augnablik, þar sem ég upplifi mesta skýrleikan, þá upplifi ég mig eins og ég hitti sjálfa mig á bakvið allar skilyrðingarnar. Vá, hvað þetta falleg setning. Þetta ógeðslega falleg. Skilur hvað að fara? Já. Og þá fer ég að hugsa, hvernig væri maður ef maður hefði aldrei verið skilyrtur? Já. Þú væri pure love. Akkurat. Bara hreinn og beinn. Akkurat. Vá, hvað það var fattig setning þess að bæði bara að segja hann aftur. Ég bara, vá. Það ég hugsa oft, sko, þú Þannig sanna sjálfið þitt á bakvið allar skilningarna. Akkurat. Á bakvið allar varnaveginn sem þú setti í hjarta þitt. Á bakvið allt þetta conditioning sem við fáum frá samfélaginu. Þú hugsa, ég held að þetta það sem fólk upplifur oft eins og í hvort sem að vera að tala um ayahuasca eða sveppi, þá svona hér hitti ég mig á bakvið skilningarnar. Ok. Og þá það þetta sem að, þú veist, þessar skilyrðingar, það byrja að rúa þeim á okkur bara, ég veit ekki hvað ég segja, bara frá því ég bara... Frá því við erum bara 2 mánaða, sko. Já, 2 mánaða. Ándjóks, það byrja bara strax og þetta fyrir allt í undirmennina. Þannig að núna, þess vegna allt svona, og ég hef svo mikla samkennd með þessu, þó ég hljómi kannski bara, þú veist, ég reyna að setja það sem í raun og veru sárt og flóki yfir í smá léttari gíra, því það mjög mikilvægt að halda í gleðina eins og við getum, sko. Og gera þetta ekki svona alvarlegt að því, þú veist, lífið ekki það alvarlegt, sko. Þú veist, það ekkert sem heitir að deyja, við förum bara í annar form og þú veist, það vita það allir. Það verður bara samþykkja það. Það vita það allir. Það vita það allir, hvað veitir það ekki? Mér finnst alltaf gott, hefur eitthvað hlustað á Alan Watts. Já, hann hefur komið dottið inn hjá mér. Hann mikil snillingur, það var eitthvað hann með svo góða rödd og segir svo skýrt frá og þá var að tala eitthvað þetta með óttan við dauðan, sko. Og áttar það á því að óttin sá hlutaður sem óttast dauðan mun deyja með. Það ekkert óttast. Já, nákvæmlega. Einmitt, sko, en þú veist, lífið ég held ég búin að deyja, þú veist, allavega svona 12-13 sinum bara senastu 2 árum, sko. Við erum alltaf að deyja. Þegar við förum að sofa, þá erum við eiginlega að upplega mínidauða og þegar við fæðumst, þá það mínifæðing. Það það sama sem gerist fyrir sálina, hún yfirgefur líkamann. Consciousness, vitundinni, hún kemur aftur inn. Þetta er svona míniútgáfa dauða, en svo líka bara egodauðin. Þegar þú lendir í því að þú veist, fara í skuggavinnuna og losa þig við eitthvað, þá er alltaf einhver partur af þér að deyja þegar þú segir skilið við eitthvað, þegar þú segir skilið við fortíðina, þegar þú fyrirgefur, þegar þú losa þig við eitthvað ákveðin, þá ertu alltaf að deyja. Þannig að lífið þetta, þessi, svo samkvæmt einu lögmálinu sem bara lögmál þá tvíliðunar, lífið þessi og tíðnin, þessi hringur af destruction og uppbyggingu, að niðuröf og uppbyggingu, fattur mig. Þessi hringur, þessi eilífi hringur sem við erum alltaf í, hann stoppar aldrei. En til þess að eitthvað nýtt geti fæðist, þá þarf alltaf þetta gamla að brenna niður, brenna í burtu. Og það það sem að gerast núna með öll kerfin og allt dótið.
allt saman. En þegar þú segir hlutina sem þú hefur, þú veist, hvort sem þú notar orðið valið eða lent í, þú tala einelti, kynferðismisnotkun, allt svona, hefur þú þá ekki upplifað það hjá þér ofta í kjölfarið af erfiðustu tímabilunum, það sem þú stígur inn í einhverja svona óvissu og fer að skoða einhverja hluti og þér líður svona næstu því eins og þú sér bara að missa vitið og veist ekki neitt, að það eru eftir því sem að kemur epiphany. Já, klálega, ég er orðinn rosa góður í að fara inn í sársauka og líðla, sko. Ég veit bara að það er partur af lífinu. Þangað til við förum á annan stað þar sem verður unity consciousness og bara ást, fattur, eins og staðan er núna og eitthvað fram næstu árin, þá erum við bara að upplifa báðar hliðar, þú veist, ef þú tekur pening og skafar aðra hliðina af, ef við tökum inn á peningan er ljós og skuggi, þá er peningurinn verðlaus. Þetta er sami peningurinn, þetta eru tvær hliðar. Og það er þetta, þú veist, innót og push og pull og vinna í sér og deyja bara og vera bara á botnin, þú heldur þú komist bókstaflega ekki af. Þess að þú kemur og farið epiphany daginn eftir bara let's fucking go. Þetta er bara alltaf áfram, skilju. Við erum dýr að mörgu leitinu til. Við erum stríðsmenn að mörgu leitinu til. Og þú veist, það var engin góður að sigla bát á einhverjum lignum sjó, sko. Við viljum bara fá alvöru storm hérna til að takast á við það. Því að, þú veist, annars lærir aldrei neitt nýtt. Og ekki dæma allt sem eitthvað x eða slæmt eða gott, þetta er bara lífið og kemur fyrir og við þurfum bara að takast á við það og sætta okkur við okkar hlutverk og átt okkur að við erum að þroskast fyrst og fremst, við erum að fara að bæta heiminn og gera hann að betri stað sem eining, ekki sem aðskilnaður. Það er ekki tilneitt sem heitir aðskilnaður, það er blekking, tími er blekking, aðskilnaður er blekking, við erum öll eitt og allir sem að fara einhvers konar ferðalög í einmitt ayahuasca, psilocybin, DMT eða eitthvað á þessu dóti, það segja allir nákvæmlega saman, allir hverju einn einasti. Við erum öll sama draslið, við erum öll tengd, ég, þú ert ég og þegar þú fyrir að sjá það þannig, þá getur ekki verið neitt nema ást, ekki nema að hati sjálfa þig. Þannig að ef þú ert vondur við annan, þá ertu vondur við sjálfa þig. Og þú elskar ekki sjálfa þig, þannig ekki standa hann og segja að þú elskir sjálfa þig en ætla síðan að vera basically að dæma og vera með dómörk og vera vondur við aðra á einn annan nátt, þú veist, og stjórna þeim. Hver eru þau til dæmis að stjórna okkur? Við sko, ég meina, þaðan kem ég er frjálsvera, ég er sál, ég er ljós sem deyr aldrei og hefur alltaf verið til. Af hverju á okkur Þórólfur að segja mér hvað ég á að gera? Eða veist, í alvörinni. Ég myndi kannski skilja að það væri raunveruleg hætta á ferð, en það er bara ekki raunveruleg hætta á ferð og þetta hefur ekki snúist vírusinn aldrei og ekki snúist heilsu, því ef það snýrist líka helsu, okkur eru þá ekki að tala bara hreyfingu og vítamín og sólarljós og góða næringu og öndun og svefn og hitta fólk, þetta er það sem þú þarf til að styrkja ónæmiskerfið þitt. By the way, vírusinn er með 99,97% survival rate. Bara svo staðrind ein og sér ætti bara að vera nóg. Það er ekkert óttast, þú ert frjáls. Við þurfum bara ákveða. En þegar við erum að tala saman núna, þá er náttúrulega alltaf í fyrsta skipti í þetta heila ár, er alltaf bara akkurat þessa dagana líður mann eins og það sé svona í fyrsta skipti bara eitthvað, já, ok, þetta er bara verið að búið, já, ok, það fara að aflétta reglunum og eitthvað svona, þannig að manni líður svona eins og allavega, þú veist, við séum að sigla út úr því tímabili þar sem að svona eitthvað svona mainstream skoðunin er að færast yfir á að nú sé þetta verið að búið, sko. Mainstream skoðun, ertu að meina, þú veist, fólk les bara sem í fréttum og segir já, það er náttúrulega, þú veist, ég veit ekkert endilega hvort að haldi áfram eitthvað, það sem er búið að gera seinast árið, það má ekki gleyma því bara, það er búið að gefa þér, þú veist, það er búið að, sko, þú er búin að gefa frá þér þitt eigi frelsi fyrir falskt öryggi, skilur mig, þú gefur frelsi þitt fyrir falskt öryggi og það er búið að hafa mikil skaðleg áhrif á alla sem hafa tekið þátt í þessu, sérstaklega ung börn og það er ekki fallegt, það er bara ekki í lagi þannig að þú veist, þeir sem að standa fyrir þessu þurfa að vera sóttir til saka ég fyrir allavega þanga og mér finnst það bara vera eðlilegt ef ég myndi fyrir mig einhvern glæp, myndur ekki vilja að ég er sótt til saka en þá myndi ég kannski segja á móti ef maður ætlar að hugsa ok, ef að ég gef mér að mín skoðun og minn veruleiki sé ekki endilega og þá er kannski manneskja sem er með undirliggjandi lungnasjúkdóm og hún er bara hrædd að smeykjast það og það er svona ok, ég ætla að setja mig í hennar spor þú veist, hún sér þetta með öðrum augum en ég skilur það? Ég gerir mig grein fyrir að sjá þetta allir með öðru augum en ég og allir sjá sinn veruleika út frá sinni dýft og bara raunveruleika og það er allt rétt eins og ég segi en samt bara hálfu sannleikur. Það sem ég myndi allavega alltaf segja, það er atburðurinn sem breytti mér frá því að vera bara svona einhvern veginn það er allt eins og mér er sagt yfir í að
ég fór að, það var 11. september sko. Já, af því talandum þetta með frelsi og reglur og svona, þú veist ég ennþá, þegar ég labba á flugvelli þá er ég einu maðurinn þetta sem að pæla í því af hverju ég má taka 100 millilítra vökvæðin í flugvélinu en ekki 120. Þetta meikar engan sens. Þetta bara einhvern veginn compliance, þetta bara svona af því bara regla. Nei, þetta sálfræðistríð, það verður að fokki undir meðundin, það bara þú segir já að menn við öllan þess að spyrja spurningana, næst þegar kemur okkur segir þú verður með grími og snart á 2 mínútur þá segir bara já að menna þegar það búið að prógramera þig. En þá kemur einmitt spurningin pick your fight sko, að þó mér líður svona í hvert einasta skipti sem ég labbi gegnum vopnaleit á flugvelli þá veit ég alveg, ég er ekkert að fara að argjúa hérna við tollverðina og þú veist, það þýðir ekkert. That's not the fight to pick. Nei. This is the fight to pick. Ok. Þú veist, það mín skoðun, okay. Ég þarf fólk fyrir baka mig sko, ég með nokkra, við erum sterkir. Ég er enda verið að játa það að mér finnst þinn fætin alveg líka að vera, ég gapustundum yfir í það, heldur fólk í alvörunni að það sé verið að reyna að bjarga okkur frá slæmum terroristum þegar þú sko ferðin í flugvél og þá er verið að skoða allt sko í gegnum eitthvað nálarauga svo labbar út úr flugvélinni inn í New York eða París eða London og þú getur labbað inn í annarsumustu lestarstöðina og mesta annatíma með 7 bakpókasprengiefni og það er enginn að skoða neitt en það er búið að verja þig frá hættulegu flugvélinni þetta meikar engan. Algjörlega, að því 911 var rosa stór katalisti fyrir breytingu og þar vöknuðu margir til vitundar hverju eru þess consciousness leveli collectively hækkaði, svo kemur COVID sem er eiginlega næsta sleggja, fattaru svo inn á milli, þetta er eitthvað svona minni katastrófik, eða katalistar eiga sér stað, en þetta snýst allt alheimsplani, þetta snýst að vekja fólk til vitundar og til þess að vakna til vitundar þá þurfum við bara að lenda í sársauka, þannig læri mannskepnan til að byrja með þú verður að, þú veist, hæðsta portalið í raun og veru hraðasta leiðin til þess að víkka vitundina en er í gegnum sársauka og það er það sem er í gangi núna og ég held að þetta verði alveg ótrúlega sárt og challenging að mörgu leiti það sem er framöndan og það sem mun koma í ljós það sem er að fara að koma í ljós og það verður erfitt, sumir geta ekki haldið að því, sumir muni geta haldið að því og muni vera með plan til að fara úr frá þessu fíldi, skilur, bara með exit plan og gera það á einn annan hátt en þau geta bara ekki haldið á þessari orkulega síða geta ekki verið hana því þau eru ekki búin að þá undirbúið sig eða vinna vinnuna eða bara allt er perfekt og það á planið þeirra. En þegar þú segir exit og fara úr þessu fíldi, hvernig hérna? Deyja, það sem þið geta að deyja, skilur bara exit plan, bara ferði hinum meginn og styður við þetta ferli the shift in consciousness, styður við það frá the other side að því þú hefur miklu meira að gera þar heldur en að vera segjum á sófanum heimi og að horfa á Love Actually og bara snakk það er miklu betri þarna bara þangað, ekki vera taka pláss hérna, við þurfum að byggja nýja jörð hefur eftir því þú veist hvað ég meina, við þurfum að byggja nýja jörð hún er fyrir framan okkur, gósið kóðanir sem eru að koma upp úr gósinu og við förum öll að öndum þess að okkur þetta er allt inn í líkamannu núna, þetta eru upplýsingar sem við verðum að fá og þetta er alltaf að koma online og eins og ég segi, það er ekkert gaman að hoppa á lestina þegar allir eru komnir á hún og fann að fulla ferð maður hoppið núna og takið þátt í þessu ævintýri þetta er geggjað. En hvað er það einmitt? Ég er búin að horfa á þetta svo mikið þessi vangeta fólks til þess að standa á móti straumnum sko. Já, þetta er magnað. Þetta er magnað, þau geta ekki út af sorry, Nei, þið minni líður bara eins og til dæmis þú veist, eins og með grímurnar rosalega margir sem maður tala við bara, já, ég veit þetta er þvætningur en setja þetta bara upp, skilur við og þá spyr ég en áður en grímu skyldan var sett á þá voru þarna svona 2-4 vikur þar sem voru allir langt flestir farnir að setja upp grímur en það var ekki ennþá skylda varst þú þá byrjaðar að setja upp grímu? Já það var enginn að skylda þetta að gera þá varstu bara að gera það því meiri hlutum að byrjaður að gera það þetta er bara þannig sem að hjörðin virkar þetta tímabili búið að sýna manni það líka hvað ég held að flest allir hafa ekkert mikla reynslu af því að prófa að standa á móti straumnum og vera með óvinsæla skoðuna það er alveg svona þegar fólk gerir það í fyrsta skipti þá fattar það er alveg test það er alveg töff sko. Treystu mér, það er töff Já, bara þóla alls konar drullu og dót, sko. En hei, það styrkir okkur bara og þú veist, þetta snýst aldrei neitt þig, það er svo ímyndað, það er svo geðveitt gott að standa upp með sjálfur sér, þú ert að
þú hreinsar allt innra með, þú opnar á orkustöðun í hálsinum til fyrir að líða betur, þú heilar á sama tíma allrar útgáfanar og sjálfur sem að stóða ekki upp með þér, í öll skiptin sem þú talaðir ekki þinn sannleika, í öll skiptin sem þú sagðir ekki það sem þú vildi segja og stóðst upp fyrir sjálfur þér þegar þú varst lítill krakki eða úlingur eða hvernig sem það var. Þú getur náðið þessu orku núna því allt að gerast núna, manstu, fórtið, framtíð, nútíð, þetta er allt hér. Þú segir bara, í þessu moment þá kalla ég bara inn þessar orkur og þá ert að hreinsa fortíðina og hreinsa hann upp með að standa með þig núna. Og þetta er tækifæri fyrir okkur öll til að standa upp með sjálfum okkur, að bara vera að bíða. Í raun og veru er þetta búið að vera, sko, ég sé þetta líka bara nokkurn veginn þannig að þau halda bara áfram að fokka í okkur þannig til að við erum bara eitthvað, nei, nú segi ég stopp, fattur mig, að þetta er alveg búið að vera nógu fáralegt, þú veist alveg sammála mér, þetta meikar engan sens, 10 manns í potinn, 12 manns, nei, allt þetta dót, ég þarf ekki að fara út í þetta, við vitum öll að þetta er bara algjört rugl og það veit enginn hvað hann er að gera. En spurningi mín er, vitum við öll? Hvað segirðu? Þú segir við vitum þetta öll? Vitum við þetta? Nei, ok, við vitum þetta ekki öll, en það veit þetta margir. Mér finnst hólfaskiptingin samt fyrir best, sko. Já, og svo fyrir á veitingastað þetta verið, ok. Svæði A og svo svona band á þetta er bara svo hlægilega, en býtu, þetta verður bara hlægilegra, þú veist, áður nú veist að þá er bara eitthvað, ef þú allar inn í bónus þá þarfst að vera með litla putta í rassinum á þér, annars fer ekki inn. Fólk mun gera það, skilur við, þangað til að eitthvað segja bara, herðu, hinga á ekki lengra og springur á bara eitthvað, leipur öll í gegn og er bara eitthvað, sér allt í rétti ljósi, er bara búið að fokki mér í nenni þessu lengur, ég er frjálsvera alltaf hafa gaman og fara í ferðalag út á land. Hafa gaman. En hvar kemur síðan inn í þetta þegar að það eru, þú veist, ríkisstjórnir að setja reglur? Spilling. Já, en hvar kemur þú það til dæmis segja mér svo núna? Bara, þú veist, fólk sem, ég þekki alveg margar, sem er ekki hrifnir að það láta bólusetja sig. Segjum nú sem svo að síðan sé allt í einu búið að setja reglur að þú getur ekki ferðast nema að láta bólusetja þig. Þá er það kannski allt í einu manneskjan stendur frammi fyrir því vali, heyrðu, mér langar ekki droslega mikið að bólusetja mig, mér finnst ömulegt ef ég get ekki ferðast, þannig að ég læt mig hafa það, ég tek bólusetninguna, skilur þú hvað er að fara? Það ert að svíkja sjálfa þig. Þannig er aftur tækifæri til að standa fyrir sjálfa þig. Já, svíkja sjálfa þig, það fer eftir í hvers... Ef það er það sem þú vilt ekki gera. Það fer eftir í hvað þú trúir bóluefni. Það er að segja, sumir eru á því að þetta sé algjörlega stór hættulegt og mann aðrir segja, mér langar ekki droslega mikið að taka þetta en ég held þetta muni ekki að gera mig neitt, skilur við. Þannig bara læt mig hafa það, skilur við. Fattar hvað er að fara? Ég fattar hvað það var, en svarið mitt var, þú veist, ef að hjarta eitt segir, þetta er ekki rétt fyrir mig, en ég ætla samt að gera það til að vera samþyktur öllum, þá ertu að svíkja sjálfa þig. Nei, þú ert ekki að segja þetta til að vera samþyktur öllum, þú ert að segja þetta vegna sem segir ferðafrelsið mitt eða frelsið til að gera þetta, ég veg það meira en áhættunum við að taka bóluefni. Ok, þá er það bara því, þá er svarið mitt, þá er þetta að breyta, ég stróka mitt út, það er þitt val og ég verið það, geggja, Robert, ef það er það sem þú vilt gera, sko. En hérna, bóluefni, ef þú vilt tengja ef í hjarta þitt, þá viltu ekki taka bóluefni. Ef þú vilt tengja ef í Guð og almættið og alheimsvitunduna og viltu vera að fara andlega ferðalagið, þá viltu ekki taka bóluefni. Akkur ekki. Ég ætla ekki að segja mér að það reyna sem ég get sagt núna og vil segja núna, en það er, þú veist, þetta spilar allt saman. En þetta er svo að tala DNA eða án. Mér finnst það interesting. Hérna, hvað sagði, 515 gigabit? Já. Í 1 grammi? Já. Hvaðan hefur það? Science, bro. Er það? Já. Er þetta bara eitthvað sem er bara át þér? Já. Það er magna. Já. Ég las þetta og þetta resonetaði mig, þess að leyfi mér að segja það, skilur. Ég ekki segja þetta sé heilagur sannleikur, en ég las þetta og fann það hjá mér, þetta var satt. Og ég meina, DNA innram okkur einhvers staðar, heyrði ég að ef við myndir actually tegja þig út, skilur, það sé bara til dungsins og tilbaka. Þannig að, þú veist, allar upplýsingar eru innram einu þegar, þú veist, þú kannt kínversku. Ef þú kannt leiðin að finna það DNA og hakka, svissa on, þá getur þú talað kínversku núna. Ég er ekki að segja þessu auðvelt, en það er hægt. Það er hægt. Allt í heiminum er inni þér. Það eina sem ég veit og ég er algjörlega 100% samfærður og það er minn sannleikur alveg 1000%, það er að ég held að við langflest séum svo langt frá því að fullfilla potensial okkar. Ef við bara vissum hversu langt við værum, sko. Já, algjörlega. Það er svo mikið sem er bara untapped. Já, og það er það sko. Og til langaði að komast þangað. Algjörlega. Ok, þá er ég ekki beint að tala við bara þig núna, heldur líka allir sem er að hlusta að horfa til þess að komast þangað, það er bara ein leið, það er inn og við. Það er aldrei verið mikilvægari tími heldur en að staldra eins við og fara
í þess að sjálfsvinni, sjálfskoðun og heilun, heila sársökan, horfast í augu við sársökan, umbreyta skugganum yfir í ljós, gera þessa vinnu, finna haminguna aftur, finna frelsið innra með þér og loka á það sem henta þér ekki. Nú bara komið tími til að segja bless við það sem ekki að henta þér. Sleftu bara tökur með öllu samt, með þakklæti og ást í huga, en þú veist, það ekki tími lengur til að vera eitthvað að dandalast í kringum hlutina. Því miður, að því orkan breytt, við fórum inn í nýja öld þannig 21. desember, þú veist, orkan bara breytt, það alltaf breytast. Það, þú veist, já, við vorum 2000 ár búin að vera í sama dótinu, ég engin sérfræðingur í þessu, en við vorum 2000 ár búin að vera sömu öldinni, öld fisksins eða eitthvað við mann rétt, og svo fórum við bara fyrir 3 mánuðum inn í nýja öld, þannig að það alltaf breytast, skilur, og til þess að þú vil taka þátt í þessari breytingu og vera með og geta actually notið þess og opna inn á þetta full potential sem þú talar þá fyrsta skrefið að bara viðurkenna að það fullt sem þarf að vinna í, það fullt af skít sem við þurfum að skoða og það ekkert auðvelt, ég ekki að segja þessu auðvelt, en það fullt af fólki átur sem getur hjálpað þér og ef þú tengir við mig þá get ég hjálpað þér og getur heyrt í mér og svo bara alls konar falleg og góð samtök og alls konar hópar út allt sem þú finnur fyrir þig, sem hentar fyrir þig til að farast það. Það ekki að vera flott lokaorð. Það múin að vera akkurat 1,5 tíma held ég. Það múlega. Langar okkur að bæta ykkur við? Tattoo-þerapían. Tattoo-þerapían? Já. Það eitt af því sem þú ert að gera nú. Já. Við heyrum það. Hvað það að gera? Þú ert að taka fólk í tattoo-þerapíu? Já. En að kom tíminni átti að byrja að gera tattoo og ég hætti bara í raun og vera að vinna það sem ég var að gera meira og minna, ég gera eina heimildamynd en allt svona commercial dæmi hætti ég bara að gera og fór heim og sagt að ég ætti að byrja að gera tattoo. Þú varst að vinna mikið með videokontent og svona? Já, bara taka upp auglýsingar og vera svona svolítið út allt einhvern veginn og svolítið busy. Þannig ég hætti því og fór og var svona eiginlega bara leiðbend að ég ætti að byrja að gera tattoo og fyrst hugsaði ég mér bara, ég kann ekkert að teikna sko. Og svo kemur synkronisti og ég kynnist 2 nýjum manneskjum inn í lífið mitt og þeir eru báðir tattoo-listamenn, 1 strákur og 1 stelpa og ég kynnist þessum strák svona aðeins meira og meira hangum hann segir bara, þetta ekkert mál, ég sýni bara hvernig þú gerir þetta og þú kemur bara og horfir á og gerir þitt fyrsta tattoo og hérna allt þetta, svo tek ég og breyti herbygginu heimi á mér í svona stúdíó sem svona healing stúdíó því ég líka með back fyrir orkuvinnu en þar gerir, þá ég breyti þá einu herbyggi í það og svo held ég ætti bara að byrja að gera venjuleg tattoo, bara þetta væri svona fyrir mig, ég ætti bara að gera rósir og hauskubu og eitthvað svona eins og eitthvað fólk gerir og þá kom bara nei, þú ert ekki að fara að gera þetta, þú ert að fara að búa til kóða og þú ert að fara channela kóða frá herra sjálfunni hjá þeim sem kemur, sem ákveðin tíðni, sem kóðar sem þau þurfa að vinna með, sem fyrir þau. Þannig raun og veru ef þú ert að panta tími á þessum kunni, þá þarf ég að huglega inn á þig áður nú kemur og þú hannar tattooið þitt í gegnum mig. Og upplýsingarna koma síðan í gegn, þannig að ég bý til munstur og form, svona symbol, og symboli sem náttúrulega elsta communication form mannsins frá upphæð, þannig að allt til, þú veist, hvert og eitt strik form, sko. Þannig að það rosa mikið til meira en við þekkjum. Þannig að já, ég að channela þess að kóða í gegn og þeir eru þá fyrir þig. Þeir eru frá þér í gegnum mig og þú átt að nota og vinna með það. Ertu búin að gera það með mikið af fólki? Já, búið að koma 30 manns til mín bara þessu ári og ég get alveg viðurkennt að fúsla þegar ég var að byrja að gera þetta, þá þurfti ég náttúrulega að treysta, skilur. Ég var bara, hvað ert að gera? Þú kannt ekki að flúra, þú kannt ekki að teikna, þú kannt ekki að channela, eða skilur, ég sagði þetta allt saman við mér bara, hvað í fokkanum er ég að gera? Svo kom fyrsti kunni og það var bara þá sagði ég við hann, hérna tattooið sem ég teiknaði og þetta eru upplýsingarnar og það var bara heilt blað sem ég skrifaði, þetta fyrir þig, make it eitthvað sense, hún bara, wow, hvernig gafstu vita þetta? Þetta er allt það sem ég að fara í gegn núna, þetta er það sem ég þarf á að halda núna og svo kom næsti kunni og það var sama og hvert einasta skipti hefur bara verið beint í mark og allir rosa glaðir og þetta er gangið rosa vel, þannig að ég að nýta það að gera tattoo og gera ceremony úr því í leiðina, við erum að hýla á sama tíma og við erum að gera tattooið og já, þetta er svona eldgömmul tæknin alltaf sem að sjamaninni notuðu mikið og ég er ennþá bara að læra inn á þetta, ég held ég geti, þú veist, gert miklu meira með þetta en eins og stað núna þá var ég bara með ákveðið format það gengur vel og allir glaðir og mér finnst þetta rosa gaman, þannig að þetta er svona ný leið til að hafa gaman og heila á sama tíma og fá fínt tattoo. Geggjað. Já, mjög skemmtilegt. Geggjað. Gott að treysta. Kannski ég hef enn eftir að fá mig tattoo, kannski ég þurfa að kíkja til þín.
Já, 100%, þú ert velkomin. Já. Þá er þetta þitt tattoo, þú hannar það. Kóttu? Það ekki? Já, 100%. Hvað myndir þú setja á mig? Þú ræðir því. Ég ræði því, já. Þannig að þetta er svolítið gaman, þegar þú kemur, þá sestu bara í stofan heim og við byrjum að spjalla og svo sýn ég þér útprentið blöð og segir þetta er tattooið og þetta er það sem það þýðir, þú lest það og skoðar og svo segir bara já. Og svo ákveður þú bara hvað þú vilt fá það og þetta gerist allt í flæðinu, fólk er ekki búin að ákveða neitt sko. Það er stundum vill hafa svona lítið eða svona, stundum vill hafa aðeins stærra og það er setja hér eða hvernig sem vilja sjá það, það er alltaf með fyrir framæg, það var áminning þú veist, þennan, þessa kóða og þennan styrk sem það þýðir og hjálp og heilun. Ég held að það væri góð hugmynd. Það er ekki. Kíkja til þín. 100%. Það er bara, þá er ég búin að koma til þín og þú kemur til mín. Það væri gaman sko. Allavega leiði mér rosa vel hér ef ég get bætt upp gestrisna og gefið þér á móti balansa út, þá myndi mér vel vel. Herðu, búið að vera dásanlegt að fá þig heimsókn bróðir. Sömuleiðis. Ævinlega. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis.